Já, góðan daginn. Fyrir hönd Samkeppniseftirlits þá langar maður að bjóða ykkur velkomin á þennan opna fund eldsneytismál, samkeppnisaðstæður og eldsneytismarkað og Guðrún Ragnarsdóttir heiti ég og formaður stjórnar Samkeppniseftirlits. Og ég verð nú bara að segja það sem búið að vera aðeins í umfjöllunum undanfarna daga að þrátt fyrir það að ég sé eina konan sem var nafngreind í auglýsingu fundarins þá ég virkilega ánægð að sjá að kynjahlutföllin séu nú aðeins betri hérna hinum beint á móti mér. Þannig að það bara mjög ánægjulegt. En það svona stundum að við náum ekki að raða þessu betur saman eftir kynjahlutföllum. En ég held nú að fundurinn verði ekkert síðri fyrir það. Allan að treysti á að karlmennirnir standi sig vel í dag. En þessi fundur liður í ferli markaðsrannsóknar eldsneytismarkaðsins, samkvæmt reglum markaðsrannsóknir og tilgangur fundarins að gefa hagsmunaaðilum og öðrum færi á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri varðandi skýrsluna. Til að rifja aðeins upp þetta ferli að þá hófst markaðsrannsóknin í júní 2013 og síðan tók við gagnaöflun og samtölu hagsmunaaðila fram að mitt ár 2015. Ég sagði júní 2013 hófst þetta fyrirgefið. Hagsmunaaðilarnir voru allt frá því að vera starfandi fyrirtæki til almenna neytenda. Frummatsskýrslan var síðan gefin út í nóvember 2015 og höfðu hagsmunaaðilar þá tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri fram í mars 2016. Það bárust 22 sjónarmið og hefur eftirlitið verið að meta í framhaldinu hvort og að hvaða leyti ástæða til að endurskoða frummatið. Síðan erum við komin að þessum fundi í dag og í framhaldi af þessum fundi og mati á fyrirnefndum sjónarmiðum mun Samkeppniseftirlit þá taka ákvörðun það hvort að telji enn til staðar að það séu aðstæður og háttsemi sem skaði samkeppni á þessum markaði og ef það mat eftirlitsins að það sé ekki til staðar neina samkeppnishindranir né að það sé hægt að grípa til mögulega úrbóta þá lýkur rannsókninni en annars þarf að skoða hvort að frekar úrbætur sé til staðar, mögulegar. En Páll Gunnar mun fara betur yfir það í lok fundarins, svona næstu skref í þessu máli. En ef við horfum aðeins á dagskrána, að þá er hún þannig uppbyggð að fyrsti hluti fundarins samanstendur af því að við spilum viðtöl við Samkeppniseftirlitið við einn fræðimann og forsvarsmenn 3 Samkeppniseftirlita. Megintilgangur með þessum myndböndum að gefa ykkur aðsjón af því hvernig samkeppnisaðstæður á sambærilegum mörkum eru erlendis og þá erum við bæði að skoða markaði það sem samkeppnisyfirvöld hafa þurft að grípa til einhverja ráðstafana eða eitthvað hefur verið athugavert við samkeppnisaðstæður eða markaði þar sem ekki hefur verið neitt sem kallar á frekari inngrip. Mér langar líka að benda á það á heimasíðu Samkeppniseftirlits viðtal við nokkra aðila sem áhugavert að hlusta á ef þið hafi ekki þegar hlusta á þau viðtöl og það meðal annars við Frosta Ólafsson, framkvæmdastjóra Viðskiptaráðs, Hermann Gunnarsson, framkvæmdastjóra Kemi, Jóhannes Gunnarsson, formann Neytendasamtakanna og Tryggvi Axelsson, forstjóra Neytendastofu. Eftir að hafa hlustað á þessa erlendu sérfræðinga verður spilað örstutt myndband þar sem helstu niðurstöður frummatsskýrslu Samkeppniseftirlits eru dregnar saman. Eftir þessi 2 myndbönd hefjast pallborðsumræður og form þeirra á þann veg að í upphafi hverjar umræðu verður stutt myndband þar sem helstu sjónarmið sem bárust Samkeppniseftirlitinu varðandi ákveðið málefni verður birt. Í framhaldi af því mun Daði Már Kristófersson, forseti félagsvísindasviðs HÍ, stýra umræðum þar sem við verðum farið í einstök atriði sem hafa haft mest áhrif á samkeppni á eldsneytismarkaði og markmið umræðunnar ekki að endurtaka þau sjónarmið sem þegar hafi komið fram, heldur frekar að dýpka þá umræðu sem hefur orðið nú þegar, þannig að menn átti sig betur á efnistökum einstöku atriða. Nú verður sem að spila það viðtal við Samkeppniseftirlits við einn fræðimann og forsvarsmann 3 Samkeppniseftirlita. Viðmælendur Samkeppniseftirlits í þessu myndbandi Andreas Mundt, forstjóri þýska Samkeppniseftirlitsins og formaður stýrihóps alþjóðasamtaka samkeppnisyfirvalda, Severin Borenstein, prófessor í hagfræði við Berkeley Háskóla og formaður nefndar sem veitir stjórnvöldum í Kaliforníu ráðgjöf samkeppni og eldsneytismarkaði. Og svo kemur hérna
ég er ekki klár í portugalsku, en H.E. Gata held ég að sé borið fram, sérfræðingur hjá portugalska samkeppniseftirlitinu og John Riley, verkefnastjóri hjá breskum samkeppnisyfirvöldum. Gjörið svo vel. Eiga samkeppnisyfirvöld að forgangsraða verkefnum sínum í þágu eldsneytismarkaða? I guess that this topic is high on the agenda of every competition agency around the world because fuel is important. It is extremely important. Just to give you an example, if you see a price rise here of a little bit than 1 cent throughout Germany on the fuel market, that makes looking at the whole economy, that makes a price rise of 1 billion euros. So it is not only important for the individual driver, but it is also important for the economy as a whole. And if we look at the price differences here in Germany, which might be in the same city, that difference might be up to 10 cents at the same time. There you can see that also at the very end of that chain, the consumer can benefit enormously from a competitive market in this fuel area. So I think every competition agency is really well advised for public reasons, for political reasons, for economic reasons, and for consumer protection reasons to take an extremely close look at this market. Hvað einkennir samkeppni á eldsneytismörkuðum? So gasoline is actually not exactly like electricity or a good that is completely homogeneous. First of all, there is spatial differentiation between the gas stations that sell the product. Secondly, there is, in most markets, a lot of advertising, and consumers see the products as differentiated even when they aren't particularly differentiated. So we have found in California and in my studies in the United States that firms can have local market power in the retail sector. Hvaða samkeppnislegu vandamál hafa komið upp á eldsneytismörkuðunum í Þýskalandi, Portúgal, Bretlandi og Kaliforníu? Well, if you find a dominant oligopoly, I think substantial competition problems might not be far away. So we took a close look at that. What we saw is that question is always the access to refining products. That is refinery capacity in Germany or import, because that is a key determinant for market power. In Germany, the refining capacities are largely controlled by the major oil companies. We have high barriers to entry in this respect. In particular, the smaller petrol suppliers, these refinery capacities of the big oil companies. So we see here two dangers. One is that we might see a risk of sales below cost. Another risk we see is the one of price squeeze. That is that the oil company offers motorists its fuel in a lower retail price at its own petrol stations than it offers as a wholesale price to the independent competitors. One finding in the sector inquiries was that we took a close look at the price patterns on these markets. I think that is important to do because we have a market here before our eyes with a very high transparency. Oligopolists have a complete overlook of the price all over Germany at every single petrol station. That means we have an extremely transparent market here. But what we did not find is any evidence for an explicit coordination between the companies. But what we found when we look at these price patterns, we saw a clear hint that there was a parallel conduct because we saw price rises at a certain time on a certain day in a week, and we saw how other companies followed that price rise
with a certain gap of 3 or 5 hours that happened every week. Today, the pattern is different, but that is what we saw back in 2011. So, in a nutshell, there always was a possibility for the companies to coordinate their behavior due to their vertical integration, due to the high market transparency, and due to the fact that motorists, drivers, practically have no power at all. The most recent piece of work we've done on this was published in January 2013. So what I'm about to say is around about 3.5 years out of date. We found that competition in the market was working effectively. In every level of the supply chain that we were looking at, we found evidence of reasonably strong competition on a UK-wide basis. What we found in terms of the structure was the retail end of the market was largely competitive. I mean, obviously there were pockets of the UK, smaller local markets where there wasn't as much competition, but across the UK in general there was fairly significant competition, and if anything it had been enhanced by supermarkets. Certainly in urban areas you were seeing growing competition and some of the smaller players exiting because supermarkets, because they can buy the product a lot cheaper, were kind of knocking them out. So we decided not to do any further work on a UK level. There was one particular issue that we did highlight with our work. So we found that motorway service stations, the prices of fuel were significantly higher than they were in the rest of the UK. And we put that down to a lack of transparency about the fuel prices that were being charged at those stations. So people who were driving along, they couldn't see the price unless they pulled off the motorway, and by that time, they just decided to pay whatever price was on offer. Well, we identified bottlenecks upstream on import facilities and import capacity of refined products to wholesalers other than oil companies, notably Galp, because Galp is the incumbent among the 4 oil companies, and it dominates storage capacity, especially in the south. We also had competition concerns on retail sales along highways. Why? Because only oil company brands were operating along highways. We don't have a situation like in France where you actually have hypermarkets operating as road fuel retailers along the highway. You basically have the 4 oil companies. Well, one of the problems we have seen in California is access to importing infrastructure, particularly the docks and the storage facilities. Storage facilities are critical because simply getting the fuel to the dock doesn't help if you don't have a place to put it. And so concentration in the ownership of those docks and storage facilities, and particularly integration of the ownership with retailers, can be a major problem. Once even downstream from there, what we see is that California has a much higher share of major brand retail outlets than the rest of the United States. In California, about 85% of all the gasoline is sold through one of just a handful of major brands, whereas in the rest of the United States, the number is close to 50%. That seems to make a big difference because the ability to bring in product and undercut the market, and the willingness to do that, seems to be much greater among these independents. However, if most consumers are not willing to switch at a reasonable price differential, then you don't end up getting much price pressure. California has a significant problem with high margins on gasoline in the state right now. Much of that is probably coming in the refining sector, not downstream in retailing, which is very concentrated. And California has a special blend of gasoline that can only be made in about a dozen refineries outside the United States, outside California, and about 8 inside California. Hafa samkeppnisyfirvöld eða stjórnvöld gripið til einhverra aðgerða vegna þeirra vandamála sem upp hafa komið?
close eye on the market. We want to prevent that the structure or that anything else on this market gets worse than it is today, which means, in fact, that we have a quite strict merger control regime in this area. The issue is that we very closely monitor the market if we find any abusive practices. I already mentioned the risk of price or margin squeeze. I already mentioned the risk of sales below cost. For the most important feature, of course, was that we have set up a market transparency unit here in the Bundeskartellamt, in the Federal Cartel Office. So we collect all prices in Germany in real time here, and then we pass them on to so-called consumer information services. They have developed apps for your smartphone, and they show you any price in Germany at any petrol station in Germany in real time. That is the first time, from my point of view, that we have a completely to exert competitive power by consumers, by drivers on the oil companies. What we plan to do is, that is the fourth measure, what we plan to do is to do a sector inquiry into the question of access to refinery capacities. Refineries are important also for the retail fuel market, and to look into this and to examine more closely the relationship between crude oil prices, wholesale prices, and petrol station prices. Over the last years, as you can see, there was quite some activity in this market. So we recommended that the government take steps to make prices more transparent by showing them on the side of motorways so people could reach a decision on when to stop and when to buy fuel. So in response to that recommendation, it's taken a couple of years. The government has now decided to set up a trial where they're trialling road signs that are displaying this information. That kicked off in March 2016, and they're going to run that trial to the end of 2017 to see if this is something that's worth rolling out across the country. But that's the only significant response to our report, because aside from that, we didn't find a problem with competition, and therefore we didn't ask for further action. Now, we had a full liberalization of all road fuel prices as of January the 1st, 2004. Now, that liberalization was followed by a recommendation by the Portuguese Competition Authority on access to fuel markets and on the publication and transparency of fuel prices. Namely, we recommended that road fuels should be open to supermarkets and hypermarkets, because the idea was this was a way of increasing competition in the market, which did happen. The Portuguese Competition Authority not only encouraged the liberalization of the licensing legislation to permit hypermarkets to run their own gasoline and diesel stations, but also encouraged the publication of retail prices so that you could, for several years now, you can actually go to the site of the Directorate General for Energy and find the prices that are being charged every day in every petrol station in the country. It is true that that one of our recommendations from 2004, which were again issued in 2009, was the information panels on prices should be installed along highways, so that people could actually, check the prices that were charged by the different petrol stations and decide, where to fill their tank, obviously before they would reach that petrol station. There was also the creation of the so-called National Entity for Fuel Markets in December 2013, and this new entity
is now monitoring the road fuel markets. And finally, last year, we had a new decree law coming into force. In a nutshell, what this new legislation has introduced is some new rules concerning access to storage facilities and other infrastructure, types of infrastructure that are sitting upstream in the vertical chain. And that's quite important because we did identify some bottlenecks exactly in the upstream of these markets. I mean, infrastructures for importing, storage, and so forth. In California, we have 5 major players who are controlling a very large share of the market, and that seems to be a problem. So I wouldn't, I mean, the state hasn't proven anything, but you certainly hear from the independents that access to the facilities, the ability to bring in product and find a buyer, a retail buyer for it, is limited. And on the other side, the retail independents have tell us that their ability to find marketers who will bring in product is limited. So there is this choke point at the import facility that seems to be very important. So it is very important to make sure that there are facilities available to these small independents. And that can be done either by making sure that there are facilities that are not vertically integrated, or by making sure, even if they are vertically integrated, that the facilities are still made available to independent retailers. Otherwise, you definitely have a problem that the large retailers have an incentive to buy up and restrict access to the facilities that allow others to bring in fuel and compete. There is a flip side of this, which is part of the problem that we see in the United States is a variation in willingness of customers to shop around. So making sure that customers realize that what the differences are, if there are any, and if there aren't any, making clear that they understand that this really is a homogeneous good is very valuable, because if they're more willing to shop around, that puts more competitive pressure on the majors, the larger firms that are more likely to exercise market power. Nú ætla Daði Már Kristófersson, forseti félagsvísindasviðs hjá HÍ, að stýra pallborðsumræðum og yfirskriftin á fyrra pallborðinu eru samkeppnishamlandi aðgangshindranir fyrir hendi og ríkir samhæfð hegðun milli olíufélagana í sölu bifreiða eldsneytis. Þátttakendur í þessu pallborði eru Jón Björnsson, forstjóri Festi, Jón Ólafur Halldórsson, forstjóri Olís, Hjálmar Sveinsson, formaður umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkurborgar, Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FIB, Gylfi Magnússon, dósent við viðskiptafræðideild HÍ og Frosti Ólafsson, framkvæmdastjóri viðskiptaráðs. Ég ætla að biðja ykkur gjörðu svo vel að taka sæti hérna í sófanum og þegar þeir eru búin að koma sér fyrir þá verður hérna örstutt myndband, en mig langar líka nota tækifæri og benda á það að viðtölin sem voru tekin við þessa sérfræðinga áðan, þau eru í fullri lengd á heimasíðu Samkeppniseftirlits, þannig að ef einhver hefur áhuga að kynna sér það nánar. Yfir til þín, Daði. Já, mér langar að þakka ykkur fyrir að taka þátt í þessum fundi hérna í dag. Ég vil taka undir með Guðrúnu að gaman hefði verið að sjá fleiri konur en því verður ekki breytt úr þessu. Hitt annað mál að það ánægjulegt að sjá hversu margir eru mættir hér í dag til að ræða þetta mikilvæga málefni. Og í ljósi þess að fyrstu markaðsrannsókn Samkeppniseftirlitsins að ræða, þá langar mig til að byrja á mjög almennri spurningu til ykkar í pallborðinu. Og hún eru markaðsrannsóknir gagnleg tæki til að auka samkeppni? Og við byrjum á þér, Jón. Já, kannski, ég veit ekki hvort þessi endilega til að allavega þau skapa allavega umræðu sem að held ég að leiði til aukinnar samkeppni. Þannig að ég held að þessu gagnlega til þess. Kannski rannsókn einu og sér
leiðir ekki endilega til aukinnar samkeppni. Nei, einmitt. Frosti? Já, ég kem kannski með aðeins lengra svar heldur en Jón. Ég ætla bara að byrja að koma út úr skápnum með það að við hjá Viðskiptaráði erum ekkert sérstaklega hrifin af þessum C-lið 16. greinar samkeppnislagana sem sagt ferlið hjá Samkeppniseftirliti Íslands í kringum markaðsrannsóknir byggir á. Við erum aftur á móti hrifin af markaðsrannsóknum og það kom meðal annars fram í sameiginlegri skýrslu Samkeppniseftirlita Norðurlandana ýmislegt í tengslu við markmið og tilgang þeirra og þrátt fyrir það hafa hin Norðurlöndin ekki þetta sama ákvæði íhlutunarvald án brots á bann ákvæði og það er nákvæmlega eins og Jón kemur inn á. Markaðsrannsóknir geta varpað ljósi á ýmsa hluti í tengslum við alþjóðlegan samanburð, tengslum við skipula markaða og orsakir, mögulegar orsakir óhagkvæmni og heilmikla leiðbeininga bæði fyrir markaðsaðila í formi skilgreiningu markaða, í formi álits, eftirlitsins á stöðu markaðar og síðan ekki síður til stjórnvalda og við erum að koma inn á markaða þeim þáttum hérna með skipulagsmál og regluverk og annað. Takk fyrir. Runólfur? Ég tel að þetta sé mjög gott verkfæri og við fögnum því að það er gripið til þessara skoðunar og þessara vinnu. Þetta plagg er mjög ítarlegt og ég tel að þetta sé hjálpi til á svona markaði því við búum við mjög ólíkar aðstæður með mörg önnur markaðssvæði. Þetta er ríkjandi fákeppni og sporin hræða úr fortíðinni. Þannig að ég held að þetta sé mjög gagnlegt og geti nýst til þess að svona efla samkeppni á markaðnum. Jón Ólafur. Já, ég held nú að svona rannsókn geti hjálpað til í umræðinu og eitt mögulegri tortryggni sem gæti verið í gangi. En það er hins vegar mjög mikilvægt líka í því samhengi að rannsóknaraðilinn hann gæti fyllsta hlutleysis og að okkar mati þá hefur Samkeppniseftirlitið kannski ekki gætt þess nægilega vel því að oft á tíðum þegar verið að skoða gögn sem mögulega styðja þá nálgun eftirlitsins að eitthvað samhæfing gæti verið á markaði þá eru öðrum atriðum sem benda í gagnstæða átt ekki til að haga haldi og þau kannski sett neðan máls eða þeirra hreinlega ekki getið. Þannig að það er mjög mikið atriði í því að þegar svona skýrsla er gerð eða svona rannsóknir ástunduð því sé vel til að haga haldið og það er hlutverk opinbers stjórnvaldsins og eftirlitsins hér á landi það er það gæta hlutleysis í rannsókninni því annars mun það bara draga úr trúverðugleika rannsóknarinnar sem er náttúrulega afar slæmt fyrir alla aðila og sérstaklega þá sem eru til rannsóknar. Gylfi? Já, fyrst mér að koma út úr skápnum og þess besti ég gerir það líka og takk fram að ég er ágætlega hrifinn af þeirri grein samkeppnislagana sem er undir hérna og er nú kannski smá ábyrgð á henni. En almennt er það auðvitað þannig að rannsóknir eru að finna góðar og einkageirinn eða í þessu tilfelli smásölumarkaður verður auðvitað að þola skoðun hvort heldur einhverja hagsmunasamtaka eins og FÍB eða samkeppnisyfirvalda eða einhverja annarra neytenda. Og ef að slík skoðun leiðir í ljós að markaðurinn mjög óskilvirkur að þá hljótum við bara sem samfélag að leita einhverja leiða til þess að bæta úr því. En auðvitað á að gera það með vönduðum hætti og leyfa öllum að koma sínum sjónarmiðum að og geta hlutleysis og góðra málsmeðferðar og alls slíks. Það liggur í hlutarins eðli. En almennt þá er það auðvitað þannig að einn helsti veikleiki íslensks efnahagslífs hvað sá geiri sem fyrst og fremst þjónar innlendum markaði dýr í rekstri. Sumt af því á sér eðlilegar skýringar að lítill markaður og við erum fá og lítil velta og það allt saman. En það segir okkur líka að það er kannski helstu sóknarfærin í að bæta lífskjör á Íslandi liggja í því að reyna að taka á þessu vanda að því marki sem það og svona markaðsrannsóknir ágætt skref í þá átt. Hjálmar? Já, ég held að svona rannsóknir séu mjög góðar, tekundum mig Gylfa, allar rannsóknir, allt sem eykur á þekkingu okkar mikilvægt og okkar samfélag dálítið uppfullt af þeirri hugmynd að það sé engin munur á skoðunum og þekkingum, en það gríðarlega mikill munur á þessu tvennu og svona rannsóknir að það ýta undir þekkingu og hjálpa okkur og
og það skapar þá sem sagt upplýstar umræður og þessi skýrsla hefur verið kynnt fyrir okkur í umhverfis- og skipulagsráði, þessi frummatsskýrsla, og þar fórum við að staða ágætis umræður skipulagsmál og samkeppnismál og að hve miklu leyti samkeppni eigi að vera rauð lína í skipulagsmálum og hvert inntak og eðli skipulagsgerðar sveitarfélagana, þannig að það allt besta mál. Við munum örugglega koma að þessum punkti aftur. En áður en við víkjum að svona kannski nákvæmlega viðfangsefnin í dag, að þá, eins og Guðrún nefndi, var búið að setja saman stutt myndband sem að við sjáum núna. Samkeppniseftirlitið telur að félögin hafi í senn hvata og getu til þess að útiloka nýja keppinauta með því að neita þeim eldsneyti í heildsölu eða aðgang að birgðarými. Jafnframt eru vísbendingar að félög hafi nýtt sér eignarhald sitt á birgðarými á tilteknum stöðum til þess að hindra innkomu keppinauta. Fram hafa komið sjónarmið meðal annars að óljóst sé hversu mikil stofnfjárfestingin þurfi að vera til þess að olíufélögin geti hindrað innkomu nýrra aðila. Einnig að ekki sé tekið nægjanlegt tillit til þess í frummatinu að Atlantsolía hafi komið inn á markaðinn án þess að hafa aðgang að birgðartöngum, dreifingu eða eldsneyti í heildsölu. Þá bendir áform Costco og Krónunar til þess að fyrrgreindar hindranir séu ekki fyrir hendi. Krónan hefur þó bent á að viðræður við olíufélögin hafi litlu skilað og kjörin sem bjóðist séu mun lakari en sjálfstæðum smásöluaðilum bjóðist í Danmörku. Einnig hafi fyrirtækið þurft að upplýsa félögin viðskiptaáætlanir sínar sem hafi verið svo nýttar af olíufélögunum sjálfum. Icelandair bendir á að fyrirkomulag á útleigu birgðatanga í Helguvík takmarki svigrúmi til þess að semja við annan en þann sem leigir tankana. Jafnframt bendir félagið á aðstöðumun sem á milli olíufélagana við sölu eldsneytis á Reykjavíkurflugvelli, en Skeljungur á þar birgðartang. Á erlendum mörkuðum virðast vandamál tengd birgðarstiginu og eignarhaldi smásala á birgðartöngum einnig hafa komið upp. Það frummat samkeppniseftirlitsins að skipulagslög tryggi ekki nægjanlega vel að samkeppnissjónarmiða sé gætt við skipulagsgerð sveitarfélaga. Jafnframt telur eftirlitið að regluleg upplýsingagjöf flutningsjöfnunarsjóðs olíuvara til olíufélagana skaði samkeppni. Flutningsjöfnunarsjóður telur að félögin geti fengið sambærilegar upplýsingar á öðrum vettvangi. Í framkomnum sjónarmiðum meðal annars bent á að aðgangshindrun vegna skipulagslaga eða framkvæmdar sveitarfélaga sé ekki veiga meiri en svo að Atlantsolía hafi náð fótfestu á markaðnum. Forsvarsmenn Krónunar benda þó á að í mars 2014 hafi fyrirtækið ákveðið að stefna að opnun eldsneytisafgreiðslustöðva við búðir sínar. Nú á seinni hluta árs 2016 hafnaði Reykjavíkurborg málaumleitunum fyrirtækisins. Frummat samkeppniseftirlitsins að aðstæður og hegðun fyrirtækja í smásölumarkaði bifreiða eldsneytis bendi til samhæfðrar hegðunar. Gagnrýnt að neytenda aðhald á markaðnum sé vanmetið. Innkaupsverð sveiflist til og frá, mikil samkeppni sé í afsláttum, olíufélögin séu mismunandi og aðgangshindranirnar litlar sem engar. Því hafi ekki verið sýnt fram á með nægjanlega skýrum hætti að forsendur séu fyrir samhæfðri hegðun, hvað þá að hún sé fyrir hendi. Afkoma félagana bendi jafnframt ekki til að umfram arðsemi sé til staðar. Ég held að blasi þá við að taka stóru spurninguna og spyrja einfaldlega, eru forsendur samkeppni á eldsneytismarkaði góðar á Íslandi og það nú mjög freistandi, Jón Ólafur, að byrja á því að spyrja þig. Hvað telur þú? Hvort aðstæður séu góðar á þessum markaðum? Sko samkeppnisaðstæður. Já, ég tel að við upplifum það á hverjum degi í okkar rekstri að samkeppnin er gríðarlega erfið og hörð. Þannig að ég held að það sé góður neytanda ábati að þeirri samkeppni sem ríkir í dag. En ég held samt ég verið aðeins að fá bregðast við einu og öðru sem kemur fram í þessu klippi sem við vorum að horfa á. Að ef maður tekur aðal niðurstöðu skýrslunar sem segir það að það sé vera að oftaka hér hagnað á þessum markaði upp á 14 og 16 krónur af bensín og dísel, bara til að setja það í samhengi við þessa samkeppni, þá verða bara þannig að á árunum 2012 til 2014, þegar niðurstaða samkeppnis
stofnunar bendir á þennan mikla oftöku hagnaðar upp á 3,5 milljarð. Það er það bara þannig, hefðu við orðið af þessum tekjum sem þessu nemur, þá hefðu rekstur félagsins verið ekki með tapi og öllum líkindum hefðu við klárað eigið fyrir félagsins á 3 árum ef þetta væri raunin. Þannig ég segi það að þessi samkeppni sem ríkir hér í dag, hún er gríðarlega hörð, við finnum það á okkar rekstri á hverjum degi og ég tel að með því að vera virkir á markaðnum, vera að bjóða vöru og þjónustu með þeim hætti sem við gerum, við erum með alls konar vildarkerfi, við erum með afsláttarkerfi og við erum að sjálfsögðu að bjóða líka fram aðgengi að þjónustunni sem er eftirspurn eftir og við teljum það að með þessum hætti erum við þá að taka virkan þátt í samkeppninni sem endurspeglast þá í því vöruverði sem neytendur fá á Íslandi í dag sem ég tel að sé þrátt fyrir alla umræðu býsna gott. En hvað með aðgengi nýrra aðila inn á markaðinn, eða möguleika þeirra til að koma inn á markaðinn eins og hann er? Ég held að það sé nú bara býsna gott aðgengi að því og fyrir að fyrsta þá höfum við sem félag, við höfum átt í viðræðum við nýja mögulega aðilinn á það markað. Þeim viðræðum er ekki lokið, það er Krónan og það er Costco sem við höfum verið að tala við. Einnig er það þannig að dótturfélag okkar Olíudreifing, þeir hafa lýst sig reiðubúna til þess í mörg ár að veita öðrum þjónustu á þessu markaði og þeir eru í dag að veita bæði Skeljungi þjónustu og Atlantsolíu og ég bendi á það að þegar Atlantsolíu kom inn á þennan markað fyrir 10 árum, svona eins og Stormsveipur, að þá byggðu þeir sína birgðastöðu upp og þeir opnuðu nýja stöðvar og það virðist ekki hafa verið aðgangshindur fyrir þá og ég bendi líka á það að þeim tókst fyrstu 1 eða 2 árin að flytja eldsneyti í fargeymum. Þannig að í sjálfu sér var birgðastöð ekkert stórt atriði á þessum tíma þannig að ég get vel séð fyrir mér að nýjar aðilar sem vilja spreita þessu markaði getur þú alltaf byrjað á því. Þannig að, og svo er líka þess getið í skýrslunni, bara svo að því sé til haga haldið að Samkeppniseftirlitið metur á þannig að það muni kosta það milljarð, 1200 milljónir að koma sér upp 10 afgreiðslustöðum og birgðastöð og þar af ætti birgðastöðin að kosta 150 til 300 milljónir. Þannig að ég bendi nú líka á það að þeir aðilar sem hafa sýnt áhuga því að fara inn á þennan markað og Samkeppniseftirlitið hefur viljað styðja og benda á það í sinni skýrslu að þeir getur verið heppilegir, þá var ég að tala stóra matvörumarkaði, að eins burðir og þeir eru með góða afkomu þá tel ég að þessar upphæðir sé ekki nein hindrun fyrir það og ég bendi þá líka á því í samhengi að eitt vöruhús, 10.000 fermetra vöruhús, að við höfum verið að skoða það sjálfur, að það kostar sjálfsagt 2 milljarða þannig að ég get ekki séð að einhver hindrun að það getur verið talist hindrun upp á 1200 milljónir að reisa hér birgðastöð og 10 stöðvar. Já, takk fyrir. Runólfur, getum við lagt sömu spurningu fyrir þig? Eru góðar forsendur fyrir samkeppni á eldsneytismarkaðnum á Íslandi? Við hefum verið gagnrýnin á þennan markað og við erum að horfa á markað sem skiptir almenning verulegu máli. Þetta er með stærri útgjaldaliðum heimilana, það er kostnaður við að reka heimilisbílinn og þetta er mjög stór liður líka í rekstri fyrirtækja og við sjáum það að þarna erum að ræða útgjöld sem að nema svona í kringum 500 til 600.000 bara útgjöld vegna eldsneytis hjá meðalfjölskyldu á ári hverju. Þannig að hver króna sem skila sér í lækkun á þessum markaði, þetta er ansi háar tölur, hver króna er komin yfir 400 milljónir yfir árið. Þannig að það skiptir máli að tryggja það að neytendur séu að njóta besta vöruverðs á hverjum tíma. Þessar staðreyndir sem koma fram í skýrslunni, og ég segi staðreyndir, þetta er eitthvað sem við höfum séð í okkar rannsóknum í gegnum árið, að hér er álagning almennt mun hærri en við þekkjum í nágrannalöndum okkar. Og við erum líka með sérstakar aðstæður hér þar sem að fyrir á markaði aðilar sem að hafa þessa staði til að selja á og það er ekki verið að skipta þeim gæðum upp og það er ekki eins einfalt eins og að opna venjulega sjoppu, að opna bensínstöð, það þarf að uppfylla leyfi og í dag færðu til dæmis ekki leyfi frá Hjálmari til að setja bensínstöð í Reykjavík. Þannig að það eru alls konar hindranir. Við komum það fram meðal annars í viðtali við forsvarsmenn, eða í þessu innskoti, það sem veitnaði forsvarsmenn Krónunar, að þeir teldu að það væri verið að bjóða þeim einhver afarkosti allan að fram að þessu varðandi heildsöluverð frá byrgjum og ég sé ekki fyrir mig sem dæmi að innflutningur í gámum heimilaður, að það einhverjir gámar til að mynda við Costco-stöðina í Garðabæ. Það held ég bara myndi ekki vera samþykkt af bæjaryfirvöldum. En ef ég fylgi nú aðeins þessu eftir sem að Jón Ólafur bendi hérna á, hvað með þá staðreynd að afkoma olíufélaganna bendir ekki til þess að þessi beinlínis að hagnast á þessari atvinnustarfsemi umfram það sem önnur fyrirtæki gera? Ef menn sjá tækifæri því
því að það eina tækifæri til þess að bæta hag fyrirtækis sé að hækka álagningu, þá gera menn það þegar menn hafa frjálst útspil með það. Á þeim tímapunkti eru menn ekki að reyna að straumlaga fyrirtæki og draga úr framboði kannski á óarðbærum eldsneytistöðum og svo framvegis, því að menn eru þá hræddir við einhver annar komist í það rými. Sem dæmi, ég bý hérna vestur á Nesi, ég keyri til vinnu og vinn hérna við Skúlagötuna. Ég keyri frá hjá 5 bensínstöðum. Og ef við tökum einhvern 5 km radíus á háskólasvæðinu, á höfuðborgarsvæðinu, vestur, austur og svo framvegis, þá erum við að telja þarna einhverja 17-18 bensínstöðar. Já, en nú hafa þeir sem gagnrýnt hafa skýrsluna til dæmis bent og það getur ekki bara verið að Íslendingar séu að þessu leyti öðruvísi en aðrar þjóðir og þeir vilji bara ekkert fara neitt langt eftir eldsneytinu sínu. Sko þarf að vera að þetta sé til merkis einhvers konar samkeppnistakmarkanir eða hindranir? Við erum með einhvers konar marka og einhver kerfi sem er fyrir hendi og það er erfið aðkoma að þessu markaði. Við nefndum hérna Atlansolíu, þetta kemur Atlansolíu inn á svolítið sérstökum tímapunkti. Markaðurinn lamaður vegna þess að samráðsmálin eru þá í fullum gangi. Og ég heyrði einu sinni haft eftir einum forsvarsmanni olíufélags að olíufélögin hafi gert mistök, þau hafi verið ákveðin hátt lömuð á þessu tíma, þeir hafi hleypt þeim inn á markaðinn. Og hvernig byrjar Atlansolía? Þeir verða sér út eina stöð sem er búið að leggja niður út á Kársnesi, vestur á Kársnesi. Þeir að flytja inn eldsneyti í gámum. Þeir fengu ekki keypt eldsneyti af þeim birgðaraðilum sem voru til staðar. Og síðan þeir að koma sér fyrir í túnfæti hjá fyrirtækjum. Skipulagslega þá var hérna til staðar ákveðið staðar til eins og í Reykjavík. Skeljungur hafði yfirburðastöð í Reykjavík af því að þeir höfðu tengingu við pólitíkina. Og síðan þetta bara til staðar og menn ekki að skipta þessu upp aftur. Það verið eðlilegt þá kannski að einhvers konar útboð á þessum gæðum af því að þetta ekki sjálfsagt að sami aðili geti alltaf verið með sömu aðstöðuna. Hjálmar, nú held ég við séum þá mjög vandlega komin yfir á þitt svið. Hvað með ábyrgð skipulagsyfirvalda á því að skapa skilyrði fyrir samkeppni? Já, það er alveg örugglega eitthvað sem að skipulagsyfirvöld hafi í huga, að skipulag sé þannig að það hindri ekki æskilega og eðlilega samkeppni. En það er samt mjög mikilvægt að hafa það í huga að skipulagsgerð sveitarfélagana að hún lýtur að fyrirkomulagi húsa, fyrirkomulagi byggðarinnar innan sveitarfélagsmarkanna. Hún lýtur að landnotkun, hvað á að vera á hverjum stað, hún lýtur að því hversu þétt eða dreifð byggðin á að vera, hún lýtur að þjónustu svo sem skólum og öðru slíku, gatnakerfi, stígum og í öðru lagi lýtur hún að hlutum eins og umhverfisgæðum, náttúruvernd og almennt að því að skapa aðstæður, ramma og vettvang fyrir þá sem að búa og starfa í sveitarfélaginu til þess að allt geti gengið sem allra best fyrir sig. Samkeppni einkaaðila er ekki, það er ekki útgangspunktur í skipulagsgerð. Samt var bent hér á áðan að umhverfisráðuneytið túlkar þessi lög með öðrum hætti. Já, ég þori ekki alveg að fara út í það af hverju þeir túlka þetta svona en ég er bara svona að enduróma það sem hefur verið komið fram hjá borginni. Og ég vil líka segja svona í ljósi þessarar umræðu að þá tel ég nú að sveitarfélögin hafi nú skapað aðstæður heldur betur fyrir þá sem að selja eldsneyti. Það eru 47 bensínstöðvar í Reykjavík, það eru 249 bensínstöðvar á Íslandi, það gera 1270 bensínstöðvar á hvern íbúa. Ég held að það sé heimsmet. Ég kem stundum í Stykkishólm á þar aðstöðu og þar byrja ég að keyra í gegnum svæði með 4 bensínstöðum í þessu pínlitla sveitarfélagi. Ætli það sé ekki þá ein bensínstöð á hverja 300 íbúa. Þannig að ég held að ef eitthvað hefur verið að þá hafa sveitarfélögin í gegnum tíðina verið allt of örlát á óboðslega mikilvægt
mikilvæg svæði innan sinna marka undir þessa starfsemi. Og þegar ég kom með orðið, þá má kannski bæta því við að sem sagt, þessi almennu markmið borgarinnar varðandi bensínstöðvar innan borgarmarkanna, að það má rekja það allangt aftur, ef maður rétt að þá fór starfshópur á stað 2008 sem skilaði skýrslu 2009 bensínstöðvar í Reykjavík og þar kom fram að það bæri að koma í veg fyrir að þeim fjölgaði og þurfti að fjölga vistvænum eldsneytistöðvum. Sama tekið upp í aðalskipulagi Reykjavíkur 2010 til 2030 sem sagt, ekki fjölga stöðvum sem að selja jarðefnaeldsneyti. Borgin samþykkti líka sérstaka í borgarstjórn, sérstaka samþykkt það að jarðefnaeldsneytistöðvum skyldi ekki fjölga, ef maður rétt var þáverandi borgarfulltrúi Júlíus Víll Ingvarsson sem kom með þá tillögu. Og núna það síðasta í þessum málum ný loftslagsstefna Reykjavíkur sem var ákvörðuð eða samþykkt í borgarstjórn núna í vor. Hún kveður á það að Ísland skuli vera kolefnalaust land, kolefnahlutlaust, eða Reykjavík skuli vera kolefnahlutlaust sveitarfélag árið 2040. Dælum með bensíni og olíu skuli hafa fækkað helming, 50% 2030 og þær skulu eiginlega alveg horfnar úr sveitarfélaginu árið 2040. Þar eru við að fara mjög svipað leið, til dæmis Stokkhólmur og margar borgir. Já. Þannig að það eru bara 14 ár í að eldsneytistöðvum í borginni á að hafa fækkað helming. Já. Að vísu sé ég nú ekki fljótu bragði að það sé endilega samhengi milli útblásturs bifreiða í Reykjavík og fjölda bensínstöðva. Jável ætti það að einhverju leita að vera öfugt og þarf það að leita mjög lengi að eldsneyti. En látum það nú liggja milli hluta. Jón, ég verð nú eiginlega þá að gefa þér orðið og nú hafið þið haft áhuga á því að koma inn á þennan markað en mætt þá þessum hindrunum sem að Runa Hjálmar lýsir að séu komnar til að vera. Hver eru þín viðbrögð? Eins og við höfum séð þetta þá kannski maður byrjar á því að horfa bara hvað eldsneyti og í eðli sínu þá lítur þetta á okkur kaupmannum pínlítið bara eins og utility, svona eins og heitt vatn og rafmagn. Þetta í eðli sínu vara sem hún verður að hafa og hún mjög einsleitt. Og ég ekki nokkrum af að milli þessara olíufélaga sem á landinu ríkir samkeppni á hverjum einasta degi. En hún hins vegar birtist í þeirri mynd sem við teljum sem við búum að vera að tala hérna að hér gríðarlega dýrt kerfi fyrir hendi. Dýrt kerfi í aðfangakeðjunni, dýrt kerfi á smásölustiginu og við höfum þá séð tækifæri sem við heldum að væri pínluti í anda þess sem að væri að gerast. Fólk að fara sjaldnar á bensínstöðina sína því að bílarnir eyða minna. Það verið að tala þéttingu byggða og við sögum ok. Tæknin hefur fleygt fram, það einfaldara að opna við erum ekki kallað bensínstöð vegna þess að þetta var nú einfaldlega sínum bara 2 dælur inn á lóðir sem voru til en þetta hins vegar þrautinni þyngri vegna þess að annars vegar ertu með langstærsta markaðssvæði sem Reykjavíkurborg sem náttúrulega ber höfuð og herðar yfir önnur sveitarfélög á landinu í stærð. Þar ekki möguleiki að fá stöð sem í raun og veru hver sem var að fara í einhvers konar smásölu á landinu eða einhvers konar rekstur sem hann ætlaði að vera með í einhvers konar keðju eins og við að þú færði ekki að fara inn á stærsta markaði en þá eiginlega deyr hugmyndin. Þannig að við sáum það nú sem fyrsta skref. Við reyndar fengum núna fyrir nokkrum vikum síðan samþykki hjá Kópavogsbæ að þar erum við komið með heimild fyrir stöð en það ein stöð þannig að við þurfum að fá einhverja fleiri. Við umkringum ekki Reykjavíkurborg með einhverjum stöðum. Þannig að eða dælum. Síðan náttúrulega þessi aðgangshindrun að þegar við fáum heimild eða erum komið nægt magn af dælustöðum að nú þá þurfum við einhvers staðar að kaupa eldsneytið og annaðhvort þurfum við að flytja það inn
og við getum þá farið þá leið eins og Jón Ólafur nefnir, að við bara gerum eins og hinir hafa gert, förum í stóra birgðastöð með tilheyrandi kostnaði, bætum við sko 1200 milljónum í fjárfestingu ofan á núverandi fjárfestingu sem allt of mikil og förum í þennan innflutning, eða við þurfum að fá að kaupa eldsneyti af núverandi olíufélögum og við höfum leitað til þeirra og fengið tilboð. Við höfum hugmyndin að þessu öllu saman, hún kviknar nú hjá mér á fundi með dönskum kaupmanni sem að segja mig frá þessu, hversu þægilegt og einfalt þetta sé nú alltaf orðið. En verðin sem ég gat fengið á Íslandi voru svona þrefalt hærri heldur en hann að fá í Danmörku. Þannig að við sjáum þetta hér og módelið okkar miðaði svona við, kannski þurfa að borga 50% hærra verð heldur en í Danmörku, en ekki 300% hærra. Þannig að eðlilega eru fullt af hindrunum og maður sér fyrir sér að þessi mikli strúktúr sem búið að fjárfesta í, að það er erfitt fyrir olíufélögin að komast út úr því. Ég man ekki til þess að ég hafi séð, ég veit að eitthvað hefur lokað á stöðum, en ég man ekki til þess að hafa séð svona stöð sem ég hafi keyrt framhjá sem hefur lokað á síðustu 10-20 árum. Frosti, ef ég má fylgja þessu eftir aðeins, af því að ég veit að þú kynntir þessa skýrslu mjög vel og við höfum raunar áður verið í pallborðum nákvæmlega þessa skýrslu í þínu boði. Það langar mig til þess að spyrja. Nú erum við auðvitað að tala hér um hindranir, skipulagsvaldið, nú var nefnt hérna hversu mikil þéttleiki af þessum eldsneytistöðvum á Íslandi, spár eldsneytisnotkun á Íslandi gera ráð fyrir því að hún muni minnka, einfaldlega vegna tækniframfara, þeirra breytinga sem eins og Reykjavíkurborg er að reyna að stuðla og svo framvegis. Er ekki mjög þröng staða fyrir samkeppni á þessum markaði? Jú, ég held að það sé óhætt að segja að það hljóti að vera hluti af þeim kröftum sem að spila inn í þegar menn horfa til framtíðar á þessum markaði. Fyrsta lagi hvort hann sé mettaður og í öðru lagi þá hvort hann sé hnignandi eða vaxandi, og eins og kemur fram í skýrslunni að þá er þetta frekar markaður sem að búast má við í núverandi mynd að komi til með að minnka á Íslandi til lengri tíma. Mér langar aðeins að taka eitt skref tilbaka. Í þessu samkeppnissamhengi finnst mér skipta máli í rauninni út frá hvaða útgangspunkti við erum að nálgast þetta. Ég tek undir með Jóni, það er mikilvægt að hafa í huga tvennt. Í fyrsta lagi það er ekki umfram arðsemi í greininni eins og hún er í dag, og í öðru lagi að þá er þetta frumkvæðis rannsókn. Það er að segja að það er ekki verið að rannsaka brot á samkeppnislögum. Þannig að þessi tveir þættir skipta verulegu máli það hvernig við nálgumst viðfangsefni. Það er aftur á móti margt í skýrslunni, og það kemur inn á punktinn hans Gylfa með hagkvæmni á Íslandi. Það er margt í skýrslunni sem að undirstrikar það sem er að einhverju leyti landlægt á Íslandi, að innlenda þjónustugreinar eru kannski ekki reknar eins hagkvæmt eins og best verður á kosið í erlendum samanburði, og þar erum við að tala annars vegar kannski eitthvað sem maður mætti kalla opnun markaða eða samkeppnislega umgjörð, og hins vegar nýtingu fjárfestinga innviða. Þá komum við raunar inn á sama punkt og hefur komið hérna nokkuð sinnum fram, varðandi uppbyggingu á dreifikerfi til dæmis. Já, þá er náttúrulega spurningin á þessum markaði og öðrum fjárfrekum mörkuðum, hvernig framkvæmum við samkeppnisstefnu sem að hámarkar nýtingu innviða og samkeppni. Þetta er auðvitað svolítið það er togstreita á milli þessara tveggja þátta. Annars vegar getur verið að fara alla leið í þá átt að regulera einfaldlega markað og reka þetta í sama formati eins og raforkumarkað. Hins vegar að treysta á að markaðskraftarnir leysi og læðingi það sem að skilar bestri niðurstöðu fyrir neytendur. Og skýrslan í mínum huga, hún endurspeglar vantrú á þessu síðarnefnda. Þannig að mér finnst í einhverjum skilningi ósvarað hjá eftirlitinu hvaða stefna í þessu samhengi virka best. Það sem ég á við með þessu er að
Ég hef persónulega ekki trú á því að ríkisstofnun sé heppilegasti aðilinn til þess að púsla upp einhverjum markaði samkvæmt því formati sem að útreikningar þeirra segja til að sé besta niðurstaða fyrir neytendur. Ég hef trú á markaðslausnum. En fyrst nefnir ríkisstofnun, sko, þá erum við þarna með flutningsjöfnunina sem að nefndir þarna í skýrslunni sem svona kanal fyrir upplýsingamiðlun milli samkeppnisaðila og það er nú kannski ekki endilega heppilegt. Nei, ég er algjörlega sammála. Það væri bara skynsamlegt að leggja það apparat niður og bæta fólki út á landi þetta tjón með einhverjum öðrum hætti, en það er mín skoðun persónuleg og það getur verið að það sé önnur sjónarmið þar. En ef við horfum þá á samkeppnisaðstæðurnar, tveir mikilvægustu þættirnir sem við verðum að hafa í huga er annars vegar eru markaðshindranir til staðar og eins og þetta horfum mér að þá eru markaðshindranir mun frekar til staðar í samhengi við regluverk og skipulagsmál heldur en í tengslum við fjárfestingu til að komast inn á markað. Ég tek undir með Jóni 150 til 300 milljónir í birgðatank til þess að komast inn á markað er ekki stórmál fyrir burðuga aðila. Skipulagsmálin geta aftur á móti verið það. Það er ekkert hægt að opna eldsneytistöð öðruvísi heldur en að fá leyfi til þess. Nei. Þannig að það er annar þátturinn og hinn þátturinn er í rauninni framþróun markaðar. Mesti drifkrafturinn í samkeppnislegu samhengi eru nýjar lausnir, nýsköpun og þetta er nú eitt af því sem hefur gerst á mörkuðum erlendis, þar að segja að stórmarkaðir komi inn á þessa markaði og séu rauninni að bjóða aðra vöru í einhvern skilningi heldur en hefðbundnar eldsneytistöðvar og það er auðvitað ekki heppilegt ef að lagaleg umgjörð eða skipulagsmál standi í vegi fyrir því að þessir aðilar geti komið sér fyrir inn á markaði. Gylfi, svona svipuð spurning til þín. Já, sko, eru góðar aðstæður fyrir samkeppni á þessum markaði á Íslandi. Ef við byrjum bara á útkomunni, þá held ég að svari hljóta að vera nei. Það er að segja að útkoman er að neytendur borga hátt verð, það er að segja álagning er mjög há og fyrir með segja hækkandi, þannig að ástandi fyrir ef eitthvað er versnandi og olíufélögin er ekkert með neitt sérstaklega glæsilega afkomu. Það hljómar nú kannski sem einhvers konar þversögn, en er það auðvitað alls ekki vegna þess að þetta er markaður þar sem er einhver en mjög takmörkuð verðsamkeppni en menn keppa þá með öðrum hætti, fyrst og fremst bara með því að vera með margar bensínstöðvar. Þannig að menn keppa markaðshlutdeild með því að vera með sem flestar bensínstöðvar. En má ég bara koma að því, er það ekki þjónusta við neytendur? Er það ekki eitthvað sem að neytendum kemur til góða? Að ákveðnu marki, en sko ef við höfum í huga að hvað keyrir meðalbílinn 1000 kilometra á tanki eitthvað svoleiðis, sko þú þarft ekkert að vera með 2 bensínstöðvar á Seltjarnarnesi með 100 metra millibili til þess að þjónusta fólk þokkalega eða 5 á leiðinni sem að Runólfur gerir í vinnuna. Þú þarft miklu færri bensínstöðvar en eru núna til þess að veita alveg nægilega góða þjónustu. En þessi markaður einkennist af því að menn fara ekki í harða verðsamkeppni en reka þess í stað mjög dýrt dreifikerfi og ná þannig að verja sína markaðshluti. Ef að hér kæmi minkur í hænsnakofan og myndi ryðjast inn á þennan markað og reyna að ná til sín talsverðri markaðshlutdeild með miklum bægslagangi, þyrfti auðvitað að hafa talsverða burði til þess og geta opnað allmargar stöðvar, kannski 5 eða 10 á höfuðborgarsvæðinu. Þá myndi þetta vandamál leysast af sjálfu sér. Vegna þess að þá myndi bensínstöðum snar fækka, vegna þess að bensínstöðakerfið sem fyrir það lifir ekki nema með mjög hárri álagningu. En á hverju hafði Atlantsolía ekki þessi áhrif þegar hún kom inn á markaðinn? Það er auðvitað stúdíu út af fyrir sig. Þetta var auðvitað frekar svona veikburða fyrirtækja í ýmsu leyti og hafði kannski ekki burði til þess að hjóla í hin fyrirtækin með sama krafti og kannski Costco hefur. Costco veltir 6 sinnum meira en íslenska hagkerfið, þannig að þeir geta nú væntanlega gert ýmislegt sem að svona eitthvað lítið fjölskyldufyrirtæki getur ekki. Og svo bara verður því meira að segjast að virðist sem Atlantsolía hafi nú svona bara fallið í sama flokk og hinir mjög fljótlega og keppið með sama hætti og þeir, þannig að þeir hafa raun og veru engin áhrif umfram hina. Það skiptir raun og veru engum máli
núna hvort fyrirtækin eru 3 eða 4 ef þau haga sér öll eins. Og þá komum við að þessu með samhæfða hegðun. Og spurningin þá, hún til staðar? Af því að sko, nú má þetta skilja þín orð einhverju leiti þannig að það sé sjálfur sér samkeppni á markaðnum, en samkeppnin sé í þjónustu frekar en verði, að hugsanlega hún mótiveruð af einhverju öðru heldur en svona samkeppni ætti að vera á markaði, en sjáum við merki samhæfðrar hegðunar? Já, við sjáum þau, sko, nú svo sem engin sérstök merki beinlínis samráð, þannig að ég ætla ekki að saka menn það. En það þarf ekki til, því að þegar allir eru í nokkurn veginn sömu stöðunni með nokkurn veginn jafn dýr dreifikerfi, kaupa olíuna af sama byrgjanum, eru með sama kostnaðarstruktúr, að þá sjá menn fljótt að það er bara þægilegast að vera ekkert að rugga bátnum og vera bara alltaf í þessu sama verðmynstri og hefur verið lengi, þar sem að verðið sveiflast svona upp og niður með heimsmarkaðsverðinu, en verðmunurinn á milli stöðva í lengin og menn reyna ekki að ná markaðshlutdeild með verði. Þeir eru með einhverju fíflalæti í kringum landsleiki og eitthvað svoleiðis, en það er ekkert sem skiptir máli. Jón Ólafur, þú fyrir að fara. Ég er náttúrulega bara tjáði þessu þetta. Það hlusta á svona tal, sko. Það kemur svo stengum óvart að ég er náttúrulega ekki sammála Runólfi og ég er heldur ekki sammála Gylfa. Nei, ég held að það sé engin merki samhæfða hegðun allan í okkar huga, en hins vegar hef ég alveg saman með þau sjónarmiðum sem vilja draga þetta fram með þessum hætti. Það er bara þannig að þegar þú ert með einsleita vöru, en hún býr við mjög mismunandi þjónustuframboð. Þannig að félögin sem eru á þessum markaði, miskustu við, eru með nokkur stig á þjónustu og við reynum að aðgreina okkur frá keppinautum með ýmsum hætti og meðal annars fíflalegum leikjum í kringum handboltann og fótboltann. En það virðist nú bara samt virka því að við erum alveg að krækja okkur í aukna markaðshlutdeild og ég fullyrði það að þessar aðferðir sem við erum að beita á þennan markað, þær gefa bara ágætis árangur fyrir okkur í því að stækka okkar hlut. En það er, á mínum huga, það er grimm samkeppni alla daga og úr því að Gylfi talar það að það megi fækka þessum bensinstöðum, að þá má vafalaust færa rök fyrir því, en ég held nú samt að ef maður skoðar aðra greinar, að til dæmis eins og matvörumarkaðina, þá eru þeir sjálfsagt hvergi fleiri í Evrópu en einmitt á Íslandi með höfðatölu og það mætti það færa sömu rök fyrir því að það þyrfti að fækka þeim og þar með að minnka aðgengi neytenda að þeirri vöru og ég spyr hver á að taka það ákvörðun, er það stjórnvöld eða á markaðunum bara sjálfur að sjá það? En þeir eru nú ekki vegg í vegg, beinlínis eins og bensinstöðvarnar. Já, mér sýnist nú eiginlega vera bara stórmarkaður í hverju einasta hverfi og jafnvel... Í hverju einasta hverfi, en... Já, jafnvel 2. En kannski ekki eins og 3 bensinstöðvar í hverju hverfi, sko, Jón? Kannski bara ágætt að leiða þetta misskilningi Jóni Halldóri strax að það eru reyndar færri fermetrar í matvöruverslun á Íslandi og Reykjavíkursvæðinu heldur en í Danmörku og Svíþjóð en hins vegar er framleiðni töluvert hærri í matvöruverslun á Íslandi heldur en til dæmis í Danmörku. Þannig en því er ekki við við sjáum það hins vegar ekki á bensinstöðvamarkaðnum. Aðgengi er líka opnara að því að við erum farin að bera þessar 2 markaði saman. Það sem mér finnst skipta alltaf svolítið miklu máli í þessu og ástæðan fyrir að við sjáum þarna tækifæri er fyrst og fremst bara út frá kunnanum okkar. Hér er fólk, þetta fólk er á bílum, það er sjaldnar að fara að kaupa bensín, getur þau ekki bara keypt bensín í leiðinni, kostnaðarstruktúrinn hjá markaðnum, hann virðist vera töluvert hár, getur við í raun og veru verið með ódýrara fyrirkomulag heldur en aðrir. Það er svona dræverinn bak við það að við förum í þessa ákvörðun. Þess vegna finnst mér það skipta miklu máli er að við sem fyrirtæki ætlum að sjálfsögðu að reyna að hagnast en við verum að gera það þannig að við séum á sama tíma að veita neytendum það sem þeir vilja. Og ég hef ekki heyrt annað síðan að ég allavega byrjaði að kaupa bensín að neytendur væri ekkert voðalega sáttir. Og mér finnst það skipta miklu máli. Þannig að mér finnst við ekki bara alltaf að geta að tala það, menn verða bara að byggja, ef að menn vilja koma inn á þennan markað, þá verða menn bara að gjöra svo vel að byggja sér olíutanka og við sáum nú, ef að menn skoða Atlantsolíu, skoða bara afkomu Atlantsolíu, öll þau ár sem þeir hafa verið, þá er hún nú ekki glæsileg fyrstu árin. Þannig að þetta hefur vissulega verið þungt og dýrt og það er ekki svona fyrir inn í þessi seinni ár
að þeir eru farnir að hagnast. Þannig að mér finnst þetta líka skipta dálítið máli og þetta hefur skipt máli líka á öðrum markuðum hérna eins og farsímamarkaði og hann er ekkert ósvipaður þessu markaði í hegðun neytenda. Mér langar aðeins til þess að... Það má ég aðeins bara skjóta hérna þú nefndir nú sérstaklega Jón að þú telur að neytendur séu ekki sáttir með hátt bensínverð. Ég er nú ekki viss að neytendur myndu nokkuð tíma svara því að þeir séu ánægðir með bensínverð og væntanlega getur þeir sagt það sama matvöruna, þeir séu ekki ánægðir með verðið á henni. Næsta spurning geti verið til þeirra eftir hættur að berja konuna og þetta erfiðar spurningar að fá. Ég held hins vegar að þegar kemur að þessu að talandi til dæmis Atlantsolíu að þeim hefur ekki gengið vel að reka sitt félag. Ég held nú samt að það hefur nú gengið þokkalega. En maður getur hins vegar bent á þó annað. Í Bretlandi sem nú markaðurinn sem samkeppniseftirlitið hér að bera sig mikið saman við. Þar hafa nú sjálfstæðir smásalar verið að bera sig frekar ömlega gagnvart samkeppninu við matvörumarkaðina sem hafa nú verið að selja eldsneyti þar með held ég mjög góðum árangri hvað varðar markaðshlutdeild þegar held ég ráða í dag yfir 40% af markaðinum í Bretlandi á bifreiðaeldsneyti. En hins vegar hafa menn verið að benda á það að það sé verið að greiða niður álagninguna á eldsneytinu með hárri álagningu og annarri vöru og nú tala Jón það að þeir hafi kannski allt annan og betri kostnaði við og ætla sér að selja þarna eldsneyti án þess að það sé mikill viðbótarkostnaður við þá. En maður velti fyrir sér hvort að þeir geti gert betur í því heldur en til dæmis Atlantsolía sem sérhæft félag sem að selja eldsneyti og ekkert annað að þeir geti gert það þá með skilvirkara hætti heldur en Atlantsolía eða eru menn þá bara að tala það að þeir ætla að greiða niður álagningunum með álagningunum öðrum vörum. Og það getur nú alla verið viðskiptahættir sem til dæmis samkeppniseftirlitið hér á landi myndi vilja vera eflað að styðja. Þó þeir séu alþekktir í matvöruverslun alls staðar í heiminum. En ef ég má kannski aðeins víkja að öðru og nú er það auðvitað þannig að skattlagning á eldsneyti á Íslandi er mjög umfangsmikil og það gerir það verkum að hlutfallslega að þá verða allar stærðir sem eðlilega mynda markaðsverð eldsneytis annar staðar minni hér á landi, hvort sem það er álagning, innkaupsverð vörunar og svona maður getur velt fyrir sér þeim möguleika að þetta geri verðsamkeppnina minna aggressíva, að það verði meira samkeppni annað og mér langar bara til þess að heyra sjónarmið hvort að breytingar á fyrirkomulagi til dæmis innheimtu ríkisins á þessum gjöldum væri kannski eitthvað til þess að skoða, Frosti? Já, þetta er að minnsta kosti klárlega sjónarmið. Það er öllum ljóst að stór hluti eldsneytisverðs er skattur og þar með hefur þetta afgerandi áhrif á verðlagningu eldsneytis hérna ef menn taka bara brúttótöluna. Þetta er vissulega hagkvæm leið eða einföld leið til þess að tengja saman notkun og skattheimtu en hefur þessar hliðar afleiðingar að verðlagningin verður kannski dálítið skringileg og ógagnsæ fyrir vikið. Við erum að tala krónutölu í tengslum við álagningu opinberra gjalda en síðan hlutfallslega álagningu sem ræðst af heimsmarkaðsverði og olíu og fleiri þáttum á rest og þetta endurspeglast nú ágætlega í tengslum við þessa umræðu hver þróun álagningar er. Til dæmis ef við horfum til árana eftir hrun þar sem að gengið hrynur þá hlutfallslega eðlilega lækkar álagning sem prósenta sjálfkrafa ef við förum síðan í gegnum gengistyrkingu og lækkun olíuverðs þá hlutfallslega hækkar álagningin. Þannig að þetta er að minnsta kosti punktur sem að ég tel að sé eðlilegt að reifa í umræðinni ef menn eru að hugsa að auka gagnsæi í þessari umræðu allri saman að þá verða menn að taka tillit til þess að og yfir helmingur af heildar krónutölunni eru opinber gjöld. En ég er ekki með einfalda lausn á því hvað væri betri leið til þess að leggja þessi gjöld á. Gylfi? Já, sko, stuttasvarið er bara já. Sú staðreynd að svona þöpil helmingurinn af útsöluverðinni er opinber gjöld. Það þýðir að álagning olíufélaganna vegur hlutfallslega minna. Já. Og það þýðir þá þetta bara líka að þau hafa minni hvata eða svigrúm til þess að
reyna að tæla til sín viðskiptavini með verðlækkun. Vegna þess að verðlækkunin verður hlutfallslega lítil þó að þeir lækki sína álagningu hlutfallslega mikið. Þetta er bara staðan og ég sé enga sérstakar lausn á því frekar en síðastir ræðumaður. Runólfur, hafið þið velt þessu fyrir ykkur? Þið hljótu nú að hafa gert það. Já, og við sjálfsög höfum alltaf verið að leggja áherslu á það. Þetta er mjög það er fáar ef nokkra neysluvörur sem bera jafn háa skatta í okkar samfélagi. Auðvitað er þetta að hluta til einhver skattheimta sem á að nýta til að byggja upp innviði og það hefur líka verið brotalöm þar á, þannig að við höfum frekar viljað sjá þetta einhver lítið eyrnamerkt til þeirrar uppbyggingar. Já. Skattar á bíla og umferð eru einhvers staðar á milli 60 og 70 milljarðar á ári og aðeins brota því rennur til innviðauppbyggingar og vegagerðar sem dæmi. En það, eins og kom hérna fram hjá Frosta, að þetta er mjög einföld og ódýr leið fyrir hið opinbera til þess að afla tekna. En nú hún ekki skilvirk vegna þess að í sjálfu sér mjög beint samhengi á milli útblástus koltvísýrings og brennslu á eldsneyti, þannig að sá hluti gjaldsins er nú kannski ekki hægt að gagnrýna mikið, en slit á vegakerfinu og eldsneytis eyðsla bifreiðarinnar, til dæmis nýir bílar, það er allt öðruvísi heldur en... Já, við erum með niðurgreiddan þungaflutninga hérna og svo framvegis, þannig að þetta er alls konar hagræði, ójafnræði sem gildir hérna. Þannig að auðvitað er þetta ekki skilvirkt og auðvitað væri kannski æskilegt að við sæjum þessa skatta miklu lægri sem þá líka myndu kannski auka verðvitund neytenda. Og eins og Gylfi bendir á að hver króna í lækkun, hún er ekki að koma fram sem einhver svona veruleg prósenta. En enga síður, þetta líka er kannski ákveðið skjól fyrir þann sem er að selja markaði. Og auðvitað er þetta líka, þarna hafa menn ákveðna veltu sem að nýtist þeim. Af því að þeir eru að höndla með þessa skattpeninga í ákveðin tíma, þannig að menn hafa þarna ákveðna fjármuni úr að spila. En ég sjálfsög held að sé engin einföld lausn, en við oftar en ekki sé það einhvern veginn í skugganætur þegar að þing er að ljúka störfum í ásloka, þá er allt í einu skellt á einhverjum bensínsköttum og oft er þetta að kalla einhverjum fallegum nöfnum en er alls ekki nýtt til þeirra hluta. Nei. Jón Ólafur. Já, ég er svo sem bara alveg sammála þeim félögum mínum hér að þetta sé, ég veist svo sem ekkert við að bæta hvað verður hægt að gera betur, en ég vil þó undirstrika það að innheimtan á þessu, hún er mjög skilvirk. Það er alveg klárt mál, þeir fá að tékka í hverju mánuði. Hins vegar er þessum peningum oft og tíðum ekki varðið með skynsamlegum hætti hjá ríkinu. Það gildir svo sem margt annað, en ég hef svo sem ekki miklu við þetta að bæta. Við sem kennum hagfræði notum þetta oft sem dæmi skilvirka skattlagningu, skattleggja á eldsneyti með mjög litla verðtegni. Það er kannski að síðustu þá að velta fyrir sér íslenskum neytendum og hvort að það sé, er eitthvað sérstakt við Ísland í þessu samhengi. Nú höfum við náttúrulega vikið hér að smæðinni og það blasir auðvitað við að kannski alveg sérstaklega fyrir lítið lönd eins og Ísland að þá er marg uppbygging innviða, hún verður samfélaginu mjög dýr og kannski er það hluti af þessu vandamáli, en hvað með neytandann sjálfa? Er hann hluti af þessari skýringu? Og ég kom nú aðeins inn á þetta áðan þegar við vorum að ræða þjónustu og samkeppni í þjónustu. Er það kannski bara þannig að íslenski neytendur vilji hafa sína bensínstöð mjög nálægt sér og eru tilbúnir að keyra minna heldur en aðrir neytendur? Er það eitthvað er það líkleg skýringur? Runólfur, getum við kannski byrjað á þér sem svona eins konar fulltrúa? Nei, ég held að kauphegðun hafi á margan hátt breyst. Fólk er að reyna að tengja þetta við einhverja ferðir, til dæmis frá vinnu eða til vinnu. Þegar ég er ungur drengur þá byrja ég sem sumarstarfsmaður á bensínstöð austur í bæ. Þá var það klárlega hverfisstöð og þá komu, það voru sömu kallarnir sem komu á hverjum einasta laugardegi til þess að bóna bílinn sinn á planinu og spjalla við kallarn á stöðinni. Það er alveg gjörbreytt og víða er núna ekki eins og hægt að fá aðstöðu til þess að þrífa bílana. Þannig að þjónustustigi hefur sums staðar minnkað jafnvel. Ég held að flestir séu bara að tengja þetta því ferðalagi sem þeir eru á. Auðvitað er til einhverju sem eru með svona tryggðarkjör og vilja leita til þess olíufélags sem þeir eru með tryggðarkjör hjá og eðlilega eru verið að byggja upp eitthvað svona tryggðarsamband eins og er bara í þessum viðskiptaheimi almennt. En ég held að núverandi fyrirkomulag sé svolítið tákn gamla tíma og það sé eitthvað krafa neytenda að hafa allt þetta framboð. Ég held að það sé alrangt. Og maður hlýtur líka að spyrja sig að því, eins og það kom fram hjá Hjálmari áðan, eins og sveitarfélögin og skipulagsaðilar, að þeir eru ekki kjörnir fulltrúar almennings og þess vegna kæmu þeim kannski ekki endilega
samkeppnis og samkeppnissjónarmið við sem að hafa verulega áhrif á afkomu heimilanna. Auðvitað kemur það við. Þannig að það verður að taka þetta inn í öll þessi módel. Og svona til að gera langa sögu stutta, þá held ég að við séum að sjá á næstu árum mjög mikla breytingar á þessum markaði. Það er bara ákveðin dýnamík sem eiga sér stað. Við erum að sjá breytingu varðandi bara bílinn, orkugjaf og svo framvegis. Þannig að ég sem forvígismaður olíufélags, ef ég væri í þeirri stöðu í dag, ég myndi vera að horfa ekki til næstu 2 ára eða 5 ára, ég myndi vera að horfa til næstu 15 og 20 ára, því að menn hljóta þurfa að aðlaga sig þessu í stað þess að vera að verja einhverja stöðu sem er allt of kostnaðarmikil og kostar neytendur allt of mikið. Þannig að ég óttast það að þessi, þó allan að jákvæðu teikn sem eru á lofti, meðal annars að krónan hefur áhuga að koma inn á markaðinn og Costco er að koma inn, að það séu einhverjar aðgangshindranir þar sem þá þarf að hugsanlega að grípa til einhverja aðgerða til þess að tryggja að þeir hafi aðkomu að markaðinum. Og það að byggja upp nýjan olíutank, það er ekkert einfalt mál. Þú þarft öll leyfi, þú þarft að fara í gegnum marga hjálmara kannski. Þannig að þetta er bara tómmálum að tala, það sé bara allt í lagi að þetta sé svo ódýrt. Og ég held að viðskiptaráð geti tekið undir það með mér. Jón, nú eru þið að velta fyrir ykkur þessu með hegðun neytenda og væntanlega telja að þetta sé eins og Runólfur er að benda á breytinga þarna líklegar eða hvað? Já, ég held að svona sá tími að það að kaupa bensín sé einhver upplifun, hann sé búinn. Þetta er bara svona eins og hver nauðsyn að vara á mikið við stóra hluta líka þeim matureinkaupum sem þú kaupir er bara að þú vilt fá vöruna á treystinni, kaupa hana ódýrt. Og ég held að vilt hafa gæðin, vissum að gæðin séu í lagi og ef einhver markaður er einsleitur, mér finnst þetta voðalega líkt í að kaupa farsíma áskrift, kaupa rafmagn, ég vil bara þetta virki, ég vil fá þetta ódýrt og mér er alveg sama hvaðan þetta kemur. Þannig að vörumerkja tryggðin er alltaf að verða minni og minni og það er líka svo þróun sem við höfum séð í Bretlandi og í Skandinavíu að ég held að Jón Ólafur, hann þekki þetta nú betur en ég væntanlega. Ég held að það sé rétt hjá mér að það sé ekkert af stóru olíufélögunum lengur með bensínstöðvar eða sjálfur að reka bensínstöðvar í Svíþjóð og Danmörku. Það sé allt saman komið á hendur þriðja aðila. Mér finnst það skipta svo miklu máli fyrir þennan markað. Hann er ólíkur mörgum öðrum neytendamarkaðum og það þarf að horfa á hann í samkeppnilegu sjónarmiði með þeim augum. Hjálmar, bara því að það voru með nefndir hér hjálmarar, eins og þú værir sjálfstætt. Það væri dæmigert að vandi á eldsneytismarkaði samráð til margar ára og það endar allt á því að þetta sé hjálmarakennt. Og það er frábær niðurstöða ef einhver er ánægður með það, þá má það vera þannig, en ég legg til að við rannsökum málið aðeins dýpra og til þess eru svona rannsóknarskýrslur. Það er einmitt ekki til þess að hafa einhverja skoðanir og sleggjudóma, heldur vita hvað er í gangi og hvað er ekki í gangi. Og svo ég aðeins svona sumir þetta upp að þá eins og þetta komið fyrir mér að þá var sem Gylfi hitta þarna naglan og höfuð á því leyti að við virðumst vera föst inn í einhverju kerfi sem að snýst ekki hvatakerfi sem er í rauninni hagkvæmt fyrir neytendur og ég trúi því að Jón hjá Festi hafi verið með slíka hugmynd og það er flókið að fara út í akkurat af hverju niðurstaðan var sem hún varð en sem sagt það er fast kerfi það sem að gróðinn kemur einhvern veginn eða hagnaður hann kemur einhvern veginn út frá bara sem flestum stöðum þó að gróðinn á hverri stöð eða hagnarinn á hverri stöð sé ofboðslega lítill og við í borginni höfum margoft verið að tala þetta og það hafa verið samræður við forstjóra olíufélaganna það sé ekki hægt að hafa þetta svona en það virðist vera nánast ómögulegt fyrir olíufélagin sjálf að komast út úr þessu kerfi, komast út úr þessum álögum. Og mér langar aðeins líka að koma inn á eitt, þú veist að því að ég líka fannst sérkennilegt að heyra það að það því hefur lýst hér yfir að borgar og bæjarfulltrúar hefðu engan áhuga á samkeppnismálum, það er náttúrulega bara algjört bull. Ég var að reyna að lýsa því að hvert er megin markmið skipulega skerðar í sveitarfélögum og það er alveg klárt. Og ég hélt það hefði komið fram að skipulag á ekki að vera þannig að samkeppni sé ómöguleg.
En mér langar aðeins bara að benda á að því ég kom inn á það hvað sem sagt að því eitt, það ekki bara að eldsneyti, jarðefnaeldsneyti sé takmörk auðlind, heldur líka land, gott byggingaland. Og við erum það er alltaf að vakna meira og meira vitund það. Og ég ætla bara að ganni að því að minnst alltaf að taka bara tala hreint út, að ég á leið mér líka stundum Hverfisgötuna. Og þá Snorrabraut. Og þá ég algjörlega gáttur á því hvernig mönnum datt í hug að setja það niður svona sjálfsafgreiðslustöð á stað sem bara eins og eitthvað svona, ég veit ekki hvað þessi leið, svo mikil auðn og til svo lítils að mínu mati. Þarna ættu auðvitað að koma nett fjölbýlishús í funkisstíl eins og Norðmýrin með cirka 14 íbúðum. Það var æðislegt. Og það væri frábært ef það verður komið þannig fyrir að olíusöluaðilinn hann fengi eitthvað af hagnaðinum að því. Ég held að þetta sé ein leið til að leysa þetta. Önnur lóð sem manni finnst alveg ótrúlegt að skuli vera ennþá, það risastór bensínsölulóð við Ægisíðuna, það sem N1 og reynda líka N1 þarna við BSI. Og þetta nefni ég vegna þess að þarna eru við með mjög stóra lóðir á lykilstað í miðborginni og það væri hægt að byggja þarna upp miklu verðmætari starfsemi eða verðmætari byggingar sem væri gott fyrir allt samfélagið. Og ég að nefna þetta hér til að undirstrika það sem sagt hvaða sjónarmið sem að ráða eða sem skipta miklu máli í skipulagsvinnunni. Takk fyrir. Einhver svona að brenna inni með sjónarmið? Nú erum við komin svona passlega 5 mínútur fram yfir. Kannski ég fái bara líka þá aðeins að tjá mig þetta. Já. Ég held sko þegar það lítið til þess hvað neytendur óska eftir, þá sjáum við það í öllum þeim könnunum sem við höfum gert og það líka staðfest í þessari skýrslu hjá eftirlitinu. Það það í fyrsta lagi leggur neytandinn mesta áherslu á staðsetningu á stöðunum. Þannig við teljum að þessi eftirspurn eftir þeirri þjónustu sem við erum með. Kemur glögglega fram í skýrslunni. Kemur glögglega fram. Númer 2 það þá mögulega afslættar og vildakerfi sem í boði hjá þessum félögum. Þriðja lagi að verðið. Það verður ekkert að gera lítið úr þriðja punktunum, en það virðist ekkert alltaf ofarlega í huga. Ég vil líka benda á það að það eru fáar vörur ef nokkrar á neytendamarkaði sem eru eins gegnsæjar og eldsneyti einmitt. Fyrsta lagi bara heimsmarkaðsverð á eldsneytinu sjálfu. Síðan erum við með öll þessi eftirlit, Runólfur vinur minn hér náttúrulega fylgist mjög grannt með því sem við erum að gera og síðan samkeppniseftirlitið náttúrulega sífellt að reyna að segja okkur fyrir verkum og núna síðast með þessari skýrslu og mögulegum inngripum innan þannig markað sem væri alveg efni í annan panel finnst mér. En þannig að síðan með hjálmar eða hjálmarana, það alveg, ég hef sjálfur sagt það áður að fyrir okkar leyti hjá Ólís þá erum við alveg tilbúinir í umræðunum það hvort og hvernig megi fækka mögulega bænstöðum og höfuðborgarsvæðinu. Við gerum okkur alveg grein fyrir því að ýmsar staðsetningar gætu verið flottar fyrir einhvers konar annar starfsemi eða bara íbúðarhús. En við teljum þá að það sé bara eðlilegt að markaðsaðilarnir komi saman og það verður bara eitthvað samhengi í þeirri umræðu. Þannig fyrir okkar leyti við höfum lýst okkur reiðubúin til þess. En ég vil líka segja það því að það nú verið að tala að sé mikið fjárfesting í olíubransanum, til dæmis í þessum innviðum sem eru innflutningurinn og dreifikerfið. Það alveg rétt, en við skulum bara í þessum tveimur ræðurum, í birgðakerfinu og í dreifikerfinu, þurfum við að uppfylla 350 reglugerðir hjálmarana. Hjálmar, þú lendir í erfiðri stöðu. Ég aðalstjarna panels númer 1, það frábært. En eru fleiri sem hafa svona brennandi sjónarmið? Annars langar mér bara til að þakka ykkur fyrir mjög málefnalega og góða umræðu, mjög uppbyggilega og góð sjónarmið. Takk fyrir. Nú held ég kaffið hér. Þá komið að seinna pallborðinu eða pallborðsumræðinni og það ánægjulegt að sjá hve margir hafa skilað sér aftur tilbaka því að mér fannst umræðan vera einstaklega áhugaverð og góð áðan, þannig að ég alveg viss það að hún verði ekkert síðri núna. Það sem við ætlum að taka fyrir núna kannski, kemur ekki upp dagskráin. Hvaða viðmið á að nota þegar samkeppni á íslenska eldsneytismarkaðnum metin og hægt að auka samkeppni á honum. Og Daði Már ætlar áfram að stýra umræðinni og með honum í pallborðinu verða Runar Ólafsson, framkvæmdastjóri FIB, verður aftur með, Lúðvík Bergvinsson, lögmaður, Gylfi Magnússon, dósent við viðskiptafræðideild HÍ, fær að sitja áfram og Valgeir Baldursson, forstjóri Skeljungs, kemur upp nýr og Frosti Ólafsson, framkvæmdastjóri viðskiptaráðs, ætlar að vera með. Bara gjöru svo vel, fá okkur sæti. Ég fær mér bara einu nær. Þetta hinir stólarnir voru þægilegri.
Ég held við höfum sama háttin á, en nú það auðvitað þannig að við höfum fengið 2 nýja í pallborðið með okkur, þá Lúðvík og Valgeir. Og ég ætla bara að byrja á þessari spurningu sem að hinir hafa þá þegar svarað, sem spurningin gagnsemi markaðsrannsókna. Eru markaðsrannsóknir gagnleg tæki til að stuðla að aukinni samkeppni? Við byrjum á þér, Valgeir. Já, ég held að það sé þau allan eru góð tæki sem að geta og eiga að hjálpa eftirlits- og markaðsaðilum að öðlast sín á markaðinn. Og ég held í sjálfu sér svona fyrir utan það sem að framkom í fyrri panelinum að þá finnst mér allavega kannski saknaði ég þess að við höfum átt meira samtal þessa rannsókn og bara til að tryggja að svona niðurstöður séu kannski sem réttastar. En mér finnst allavega tækið, þessi rannsóknar aðferð allavega að vera hún allavega tækifæri til að setja upp einhvers konar viðmið og ná einhverju sameiginlegum skilningi af því hvernig markaðurinn virkar og þá í framhaldinu af því að laða fram þær breytingar sem eru mögulegar til að ná fram hagkvæmni fyrir samfélagið og neytendur og alla aðila á markaði. Lúðvík. Já, ég get tekið heils hugar undir þetta. Sérstaklega með olíumarkaðina, hann auðvitað þess eðlis að olían þessi vara, hún tekur til nánast alls samfélagsins. Það að segja, það skiptir ekki máli hvort við erum að tala sjávarútveg, ferðaþjónustu, heimilin eða hvað það þetta vara sem allir þurfa á að halda. Og ég held að sé ofsalega mikilvægt að þessi markaður sé rannsakaður meðal annars út frá því tilliti hvort að verðmyndun á þessum markaði sé með þeim hætti sem að best verður á kosið. Og ég auðvitað vonast eftir því að þessi rannsókn hún skili einhverju slíkri niðurstöðu bara einfaldlega vegna þess að þessi vara svo gríðarlega mikilvæg. Það má orða það með þeim hætti að þessi vara nánast knýi samfélagið áfram. Já, það má til sannsvega færa. Það má til sannsvega færa, og ef það ekki ástæða til að rannsaka verðmyndun á slíku markaði, þá eru fáir markaðir sem ástæða til að skoða, þannig ég fagna því að þessi rannsókn fari fram. Og ég auðvitað vonast eftir því að við fáum einhverja góða niðurstöðu, en kannski aðeins til þess að halda áfram, það vantar aðeins inn í þessa umræðu kannski fyrr að þessi markaður í upphafi verður kannski til, eða ekki markaður heldur, núverandi skipulag á sér rætur svona kannski í pólitískri úthlutun. Það að segja þegar þessi félög eru stofnuð á sínum tíma, þau með einum með öðrum hætti tengjast á stjórnmálaflokkum og að sömu leyti fylla á metta markaðinn sem að síðan hefur verið lítið hægt að hreyfa við. Þannig að sömu leyti held ég að megi segja, án þess að ég sé með kannski einhverja djúpar rannsóknir á bak við það, að núverandi staða markaðnum afleiðing af ákveðnu úthlutunarkerfi hér á árum fyrr. Þetta punktur til að taka upp á eftir, en nú ætlum við að sjá stutt myndband. Frummat samkeppniseftirlitsins að verð á bifreiðaeldsneyti sé hærra á Íslandi en í flestum vestrænum ríkjum. Samkvæmt frummati hefur munurinn aukist á undanförnum árum og álagning á bensíni nú sambærileg eða hærri en þegar samráð var á markaðnum. Í skýrslunni var eldsneytisverð á Íslandi borið saman við verð á virkum samkeppnismarkaði, það Bretland. Sjónarmið hafa komið fram að samkeppniseftirlitið vanmeti álagningu sjálfstæðra smásala í Bretlandi. Sá hópur sé sundurleitur, einyrkjar jafnt sem stærðar fyrirtæki. Einnig sé gegnumstreymið hjá þeim meira en hjá íslensku olíufélögunum. Veltuhraði birgða meiri, vaxtakostnaður lægri, miðlægur kostnaður á hvern lítra lægri, auk þess sem verslunarrekstur í tengslum við eldsneytissölu skipti smásala í Bretlandi miklu máli. Jafnframt bent á það að verðmunurinn geti stafað af því að þjónustustigið á Íslandi sé mun hærra og í samræmi við óskir íslenskra neytenda. Arðsemi félaganna staðfesti það. Ekki sé tekið nægjanlegt tillit til þessara atriða og því sé munurinn ofmetinn. Á móti þessu vegur að í samanburðinum að fullu tekið tillit til afslátta hjá íslensku olíufélögunum en ekki gert ráð fyrir neinum afsláttum í Bretlandi. Á grunni frummatsins voru reifaðar mögulegar úrbætur til að auka samkeppni. Úrbæturnar snúa flestar að því að bregðast við aðstæðum eða háttsemi sem auðvelda samhæfða hegðun.
Hvötum og getu starfandi fyrirtækja til þess að útiloka eða torvelda innkomu nýrra aðila. Regluverki og framkvæmd stjórnvalda sem hamlar samkeppni. Til að draga úr aðgangshindrunum eru 3 úrbætur nefndar. Í fyrsta lagi að tryggja aðgang smásala að eldsneyti í heildsölu og birgðarými. Í öðru lagi að laga umhverfi skipulags- og lóðaúthlutunarmála verði endurskoðað. Í þriðja lagi að samkeppnismat verði framkvæmt vegna laga endurnýjanlegt eldsneyti. Þær úrbætur sem nefndar eru og tryggja eiga sjálfstæði keppinauta og minnka þannig líkur á samhæfðri hegðun eru eftirfarandi. Í fyrsta lagi takmarka upplýsingaflæði á milli félagana frá flutningsjöfnunarsjóði. Í öðru lagi að takmarka eignatengsl á milli félagana, en 51% hluthafa Skeljungs eiga einnig 23% hlut í N1. Í þriðja lagi að endurskoða samrekstur N1 og Olís á olíudreifingu. Í fjórða lagi að auka neytenda aðhald. Í fimmta lagi að setja takmörk á tíðni verðbreytinga, en strjálli verðbreytingar ættu að torvelda samhæfða hegðun. Dugi engar af fyrrgreindum aðgerðum til þess að auka samkeppni á eldsneytismarkaðnum, kemur til álita að skylda fyrirtækin til þess að selja frá sér tiltekið hlutfall eldsneytisstöðva til nýs eða nýrra aðila. Það myndi draga úr samþjöppun og möguleikum til samhæfingar. Jafnframt bent á að það komi til greina að beita verðstýringaraðferðum til þess að ná fram markmiðum lægra bifreiða eldsneytisverð. Þeirri aðferð beitt í nokkrum löndum og má það nefna meðal annars Luxemburg, Belgíu, Möltu, Slóveníu og nokkur strjálbílfylki Kanada. Skiptar skoðanir eru á meðal þeirra sem sent hafa inn sjónarmið reifaðar úrbætur. Þó samhljómur að samkeppnissjónarmið fái aukið vægi við lóðaúthlutanir sveitarfélaga. Einnig koma fram sjónarmið að nauðsynlegt sé að aðskilja heildsölu og smásölustigið eða aðskilja rekstur, birgðartanka og smásölu. Einnig virðist vera nokkur samhljómur það meðal þeirra erlendu aðila sem rætt hefur verið við að innkoma matvöruverslana á eldsneytismarkaði og opnara birgðarstig yki samkeppni. Í innsendum sjónarmiðum bent á að aðskilnaður fæli í sér hættu á að nýr eigandi myndi hækka verð í krafti mikils markaðsstyrks. Aftur á móti bendir Neytendastofa á að það stuðli að aukinni samkeppni og inngöngu nýrra söluaðila inn á markaði. Bæði Skeljungur og olíudreifing tiltaka þó í svörum sínum að stefna fyrirtækjanna sé að bjóða þeim sem þess óska aðganga birgðarými félagana og því séu hindranir ekki fyrir hendi. Stórir eigendur í N1 og Skeljungi telja ekki að eign þeirra í 2 keppinautum hafi skaðleg áhrif. Afskipti þeirra af félögunum séu takmörkuð. Eignarhlutur ekki afgerandi og stjórnarmönnum beri að hafa hagsmuni viðkomandi félags að leiðarljósi í sínum störfum. Starfandi félög hafna því að sala eldsneytisstöðva geti aukið samkeppni. Skeljungur bendir þó á að skapa þurfi umgjörð skiptasamninga með eldsneyti. Koma þurfi á virkum markaði fyrir dreifingu eldsneytis og skýra reglur þurfi að gilda viðskiptasamninga milli aðila á markaðnum. Já, svo mörg voru þau orð. Nú eru þessar spurningar sem við erum að takast á við annars vegar svona svolítið tæknilegs eðlis varðandi raunverulega matsaðferði skýrslunar og hins vegar meira framtíðar músík og ég held við bíðum með hana vegna þess að þar eru mikil tækifæri til líflegra umræðina en byrjum á tæknilegu atriðunum og mér langar til þess að kannski gefa þér tækifæri Valgeir til þess að svona velta fyrir þér þá svo sömu spurningum við vorum að velta fyrir okkur áðan með eru forsendur fyrir samkeppni á markaðnum, þessum markað á Íslandi í dag góðar? Já, ég held að það sé alveg klárt mál að það ríkir mikil samkeppni og við svo sem sjáum þau merki bara bæði á neytendamarkaði og fyrirtækjamarkaði. Varðandi álagninguna og svona matið á henni sem auðvitað á endanum er einhvern veginn svona rauði þráðurinn í samkeppni eða ekki samkeppni, og þá er auðvitað þessi samanburður á milli landa, hann er eins og bent er á af einhvern veginn flestum sem þetta ræða og setja fram samanburðinn, að hann er auðvitað gríðarlega flókinn þar sem er að ræða þessar landsbreytur, sama hvort að er að ræða vaxtastig eða gengi eða launaþróun, verðbólgu og hvað það er að það eru svo stórir þættir í þessum samanburði sem að á endanum enda uppi sem að einhverju leyti huglægir þættir sem að gera í sjálfu sér það að verkum að
allavega rannsakendur og rekstraraðilar á markaði hafa ekki náð allavega nálagt hvorum öðrum mat á hver hinn eiginlegi munur er. Og ég allavega sé hort til arðsemi félagana, þá er hún samkvæmt skýrslu og útreikningum eftirlitsins varla á pari við kröfu markaðarins. Þannig að ég held að í sjálfu sér arðsemi getur á endanum, eða sé á endanum besta leiðin til að meta hvort að oftekin álagning sé eða ekki. Og allavega hjá Skeljungi þá höfum við á síðustu 8 árum höfum við í rauninni einblínt og einbeitt okkur að því að ná okkur sem sagt út úr öllu öðru heldur en það sem er skilgreint sem kjarnastarfsemi félagsins, sem er innflutningur og geymsla, dreifing og sala á eldsneyti og tengdum vörum. Og í dag erum við 90% af okkar framlegð, örugglega 98% af okkar veltu kemur bara úr sölu á eldsneyti og tengdum vörum. Þannig að ég myndi segja allavega arðsemi sem sagt Skeljungs, hún er í rauninni bara mælikvarðinn á hvernig eldsneytis álagning er á markaði. Síðan aftur þegar hort er til sem sagt arðseminnar, þá þetta kemur inn í það eignamat og það kemur kannski á eftir umræðan birgðastöðvar og þannig svona innviða þátt sem eru kannski, þar liggja auðvitað langstærstu tækifærin í umbreytingu á þessum markaði, held ég. Já. Nú var rætt það töluvert áðan. Sko, matið á álagningunni byggir á útreikningum og síðan samanburði. Og það er ljóst að álagningin er meiri hér heldur en á þessum samanburðarmörkuðum. Nú er ein af spurningunum, sko, er samanburðarmarkaðurinn rétt valinn. En síðan þá þetta að þrátt fyrir þessa hærri álagningu, að þá er arðsemin ekki betri en raun ber vitni. Er þetta lögmál eða getum við tekið skref til að breyta þessu? Nei, sem betur fyrir er þetta langt frá því að vera lögmál og ég held að það séu það er alveg ljóst að þessi markaður og eins og ég held að Runólfur hafi komið inn á áðan með að framtíðin hún er allt önnur heldur en núið og í sjálfu sér núið er allt annað heldur en bara fyrir 15-20 árum síðan í þessum geira. Og ég held að þær breytingar sem að framundan þær verða miklu, held ég, stærri og meiri heldur en að við höfum áður séð í svona þessum endanum. En hvenær þar gerast aftur á móti spurningin og fram að því, þá held ég að það sé fjarri því að þetta sé einhver lögmál og ég held að með aðkomu samkeppnisyfirvalda og regluverksins að í sjálfu sér betri nýtingu þessara framleiðsluþátta séu hellingstækifæri í að gera þennan markað hagkvæmari en hann er. Það er gott að heyra þetta frá. Lúðvík, spyrja því sömu spurningar. Eru forsendur góðar? Og þú ert í sjálfu sem varst byrjaður að svara því áðan, sko, að þú teldir nú að þarna væru einhverjir afleiðingar þungra handa stjórnmálamanna í fortíðinni sem að þá væntanlega þýðir að þú teljir að þarna séu vandamál. Ég var svo sem kannski ekki endilega að svara þessari spurningu, ég var bara að benda á sko, hvernig þetta verður til í upphafi. Þetta tengist, það má kannski segja að eitt félag tengdist Framsóknarflokki, annað Sjálfstæðisflokki og þriðja jafnvel Alþýðuflokknum. Sko. Þannig að úr þessu er þetta sprottið. Og þegar þú spyrð líka sko, er möguleiki á samkeppni, við talum ekki um smásölumarkaði, það er auðvitað ekki mikið pláss þegar þú ert með 1200 íbúa á hverri bensínstöð. Það eiginlega segir sig sjálft, sko, ef þú fjölgar... Töluvert pláss fyrir hagræðingu. Töluvert pláss fyrir hagræðingu, já, en ekki til þess að bæta inn á markaðinu. Og það var kannski það sem ég var að segja áðan, að svona markaðurinn er kannski með einhverjum hætti svona mettur, hann er svona, það er ekki mikið pláss, þannig að það þarf að hreyfa hann eitthvað til ef þá að búa til aukna samkeppni. En ég get svo sem alveg sagt líka frá því að við gerðum, eða ég kom að tilraun til þess að bjóða út talsvert magn af olíu fyrir sjávarútvegsfyrirtæki fyrir nokkru síðan. 18 milljónir lítra voru þá boðnir út og eftir því sem ég best veit að þá var það eitt stærsta útboð sem hefur farið fram ef að flugfélögin eru undanskilin. Og niðurstaðan af því útboði, og ég hefði nú haldið að félögin myndu keppast að fá að
selja þessa vöru, að niðurstaðan af því útboði var auðvitað svo að það kom ekki nema eitt raunverulegt tilboð, annað kom sem ekki uppfyllti útboðsskilyrði og svo fjórða félagið hafði ekki burði til þess að afhenda með þeim hætti sem krafa var gerð til Þannig að sú tilraun að bjóða út mikið magn af olíu, sem sagt, hún tókst og þökk sér nú kannski, svo það komi nú bara fram, þökk sér nú Skeljungi sem kom með mjög gott, eða sem sagt, kom inn í þetta fullu þunga, tók þátt í þessu og það var gerður samningur við Skeljung, reyndar í 2 útboðum. En svona þessi tilraun eða þessi hugmynd að reyna að selja út með þessum hætti, að hún að minnsta kosti skilaði því ekki að allir sem gátu tækju þátt í þessu að fullum þunga. Og þú veist, ég veit svo sem ekki hvað hægt að bera saman við eitthvað af þessum hætti, en ef við værum að bjóða út 18 milljónir trefla og til þess að prjóna og það væri bara ein prjónastöð sem myndi bjóða í af því að það aðlagðist hennar viðskiptamódeli en ekki á öðrum. Þetta er svona, þetta allavega sló mig og okkur sem stóðum að þessu dálítið illa en auðvitað aðrir hafa þá einhverja skýringar á því að þeir tók ekki þátt. Ég ætla svo sem ekki að tjá mig það. En þetta var allavega tilraun og þú byrð á þetta auka samkeppni. Það var gerð tilraun til þess að auka samkeppni og fá verðið niður með þessum hætti en reynda var niðurstaðan svo sem ágætt, ég ætla ekki að gera lítið úr því, en ég hefði auðvitað vilja sjá þá sem gátu koma inn af meiri þunga. Ef við víkjum svona alveg konkrétt að þessum með samanburðarmarkað fyrir Ísland og ef ég kannski bara spyr þig, Runólfur, af því þið hafið haldið úti reglulegum útreikningum, telur þú að þarna hafi verið skynsamlega valið? Þetta er auðvitað eins og Valgeir kom inn á ákaflega vandasamt vegna þess að það að bera saman lönd í öllum skilningi er alltaf mjög flókið og kannski eins og Lúðvík kom inn á hérna að þá er alltaf einhver svona path dependency, hvað er nú góða íslenska orðið við það, að þú ert einhvern veginn háður forsögunni. Þróunin, hún skýrist kannski fyrst og fremst af forsögunni, en hvað er þitt viðhorf? Ég held í sjálfu sér að þetta hefur verið ágætis viðmið og við getum séð ekkert ósvipuð viðmið á öðrum mörkuðum líka. Til dæmis borið okkur saman við danska markaðinn og það kom fram hérna áðan að þar var allt önnur heildsöluverð í boði frá sem sagt virkjum til smásöluaðila heldur en markaður virtist vera að bjóða hér. Þannig að ég held að við séum hérna með töluvert af, eins og kom fram með hans hérna hjá Valgeiri, að hann má þó eiga það að fyrir 1,5 ára síðan þá koma fram í fjölmiðlum og sagði vera látt áfram, jú, álagning hefur verið aukast. Hann er þá tiltölulega ferskur á markaðnum. Kannski sér hann það sem leið til þess að auka, eins og hann bendir á líka, arðsemi fyrirtækisins hefur ekki verið í samræmi við það sem kannski menn hafa væntingar til. Þá fara menn ekki í aðra vinnu við að reyna að leita leiða til þess að auka arðsemi og sjá þetta kannski sem einföldustu leiðina. En þarna eru þetta 2 mögulegar skýringar. Þú getur annars vegar sagt, það er einfaldlega bara þannig að það er dýrar að selja olíu á Íslandi. Þessi álagning á sér eðlilegar markaðsskýringar og hins vegar, eins og svo sem hefur komið fram í þínu máli og það er þá það sem að deilan snýst að þarna séu óeðlilegar skýringar og það sé einhvern veginn skortur á samkeppni. Þar sem er kannski meiri dýnamík, þá eru menn ekki að bíða eftir því að fá tilboð í lóðina því að þeir bara sjá að það er ekki arðbært að reka þessa lóð. Og menn eru kannski freka með áhyggjur af því að hugsanlega skapist rými fyrir samkeppnisaðila. Og ég held klárlega að það sé sko margt sem að mætti betur fara á þessum markaði. Og við erum ekki að tala um einhverja 1, 2, 3, 4, 5 krónur í álagningu. Við erum að tala um verulega fjárhæðir. Fjárhæðir sem geta skipt tugum þúsunda upp úr vasa neytenda á ári hverju. Þannig að þetta getur haft verulega áhrif bara á afkomu heimilina, afkomu fyrirtækja og eins og hefur komið hérna fram að þetta er svo lífselixir sem samfélagi gengur fyrir að hluta. Já. Frosti, nú kynntir þú þessa skýrslu mjög vel og eins og ég nefndi hérna áðan að þá höfum við áður setið í svona pallborði saman. Telur þú að þarna sé skynsamlegt viðmið? Stuttasvarið er nei, en kannski ef við byrjum á útgangspunktinum. Í mínum huga þá hefði mátt velja aðra hvora aðferðafræðina, annars vegar að bera saman við land eins og best verður á kosið og greina það frávikinn frá því. Sem er Bretland? Já, það eru nú reyndar hérna einhverjir markaði sem eru lægri og stærri en fleiri aðilar á markaði og lægra vaxtastig og allt það.
En þetta hefði verið önnur leiðin og hin leiðin hefði það bara verið raunverulega svona bottom-up greining á kostnaðarþáttunum. Það er að segja að finna heppilegan samanburðaraðila á ólíkum kostnaðarliðum. Ég held að sé raunverulega ómögulegt að finna land sem hefur fullkomlega sambærilegan kostnaðargrundvöll og Ísland á svona markaði. En lendur þá ekki í því að sko taka strúktúrin á Íslandi sem gefin og ekki sem afleiðingu af markaðsaðstæðu? Jú, en frávika mat ætti að leiða slíkt í ljós. Já, en ég á bara við það sko, ef vandamálið þetta sem oft hefur komið hér fram að kannski ástæðum sem við síðan ræðum á eftir þá séu einfaldlega miklu fleiri bensínstöðvar hérna heldur en eðlilegt að það myndi svona bottom-up greining í sjálfu sér byggja á þeirri forsendu að það yrði óbreyttur fjöldi þeirra, ekki satt, það yrði miklu erfiðara. Sko, okkar vandamál einhvern veginn að greina hvað undirliggjandi samkeppnishindrunin og vandamálið á íslenska markaðnum. Og þá hefði ég haldið sko að þú þyrftir að hafa allan strúktúrun undir. Tekurðu ekki undir það? Jú, en við erum að tala um kannski 2 ólíka hluti hérna. Það sem ef við tilgreinum hvað það sem virkar ekki í samanburðinu við bresku smásalana, þá þetta hagkerfi með allt öðrum mannfjölda, með allt annari íbúðadreifingu, með allt öðru vaxtastígi, með allt öðru regluverki og svo framvegis. Ég held að það hefði verið mjög erfitt að finna einn markað sem hefði verið sambærilegur við Ísland á öllum þessum mælikvörðum. Og það það sem ég að segja. Ef þú ætlar að gera samanburð með þessum hætti, þá að minnstakosti þá einfaldara að velja þann markað þar sem að hlutinir eru í bestu mögulegu aðstöðu og greina í hverju frávikin liggja og segja Ísland getur verið með færri bensínstöðvar per íbúa. Ísland getur verið með lægra vaxtastig, Ísland getur verið með annars konar regluverk og svo framvegis. Þetta sem sagt ólík aðferðafræði og ég að segja að menn hefði þá átt annarkvort að velja þá leið eða þá að taka greininguna meira sunduliðað heldur en gert í skýrslunni vegna þess að þetta eru augljóslega áhrifaþættir sem að hafa gríðarlega mikið að segja. Ef við tökum bara vaxtastigið sem dæmi, hvað ætlum við sem að tala um 50 milljarða í eigið fé hjá olíufélögunum og áhættulausa ávöxtun hér heima sem 3-4% hærri. Þá ertu komin halva leið upp í þessa 4 milljarða. Þannig að ég bara að segja aðferðafræðin og nálgunin skiptir máli og í þessu samhengi hefði ég að minnsta kosti talið rétt að fara aðra leið. Brynjólfur, vildirðu bæta einhverju? Nei, ég segi bara varandi með þessa fjármagnarlið sem alveg rétt, það þarf að taka tillit til vaxtastig sem alltaf með hér heldur í þessu viðmiðunarlandi. En á móti kemur að menn eru líka með ákveðin aðgang að peningum hérna í kringum þessa háu skatta sem menn hafa í veltunni í svo langan tíma sem hjálpa mennum að fjármagna á móti. Algjörlega og þess vegna ég að segja, ég meina tiltaktu þá þessi ólíku frávik og reiknaðu þau öll inn í jöfnuna í staðinn fyrir að velja eitt land sem hefur ekkert sérstaklega mikið sammert með Íslandi og nota það sem útgangspunkt. Gylfi? Það fyrir mikið sammert samt. Já, sko, ég held að samanburðurinn sé út af fyrir sig ágætur svo langt sem hann en það þarf alltaf að hafa ákveðna fyrirvara við þann vegna þess að... Eins og þá sem að frostin... Já, ég ætla ekki til að þá allir upp aftur. Það má þetta rífast hversu mikilvægir hver og einn en það kannski efni í annan fund. En sko, þetta held ég ágætis nálgun. Við tökum landa sem að menn eru svo nokkuð sammála ástandið mjög gott og berum okkur saman við það og reynum að finna út hver eru veikleikandi hérna í þeim samanburði. Og svo líka einhver önnur greining sem byggir til þess að því að skoða fleiri lönd og svo einhver dýpri kostnaðargreining á íslenska markaðinum. Og þetta allt saman bara hráefni í skýrsluna og ég held að það sé ágætlega unnið. Ég fæ sjálfsög ekki séð að sé nein önnur aðferðafræði sem hefði getað bætt þetta svo neinu nemur. Valgeir, svona við sérstaklega víkjum að þessu með samanburðin og hérna, telur þú að tekur undir með Frosta að það hefði átt að vinna þetta öðruvísi eða erum við þarna komið með samanburð sem allavega nægir okkur til þess að sko velta fyrir okkur spurningunum umbætur? Ég held að sé allavega rosalega erfitt að velta fyrir þessu umbótum á íslenska markaðnum hort á þann breska. Ég held að það sé bara svo langt á milli. Ég hefði allavega eins og Frosti segir, þú veist að það sem að það mikilvægast held ég sem við gerum í þessu bara til að svona ná
okkur á einhvern svona sameiginlegan stað með umræðunni að taka einhvers konar bottom up og síðan þá að flýsja bara út úr því hvað má betur fara og ég held að í sjálfu sér sé séu þetta svona erum við þetta bara einhverjum marki að draga sögun á eftir okkur eins og fram hefur komið með þetta mörgum bensinstöðum, miklu rými í birgðatöngum og náttúrulega gríðarlega dreifriði byggð, þannig að ég held að svona til þess að taka þessa umræðu einhvern veginn svona úr endalausri tortryggni og svona yfir í svona uppbyggilegri umræðu þá þurfum við allavega einhvern veginn að geta skilið hvort annan og einhvern veginn allavega lagt að stað frá einhverjum svipuðum stað og þakka þér fyrir hrósið Runólfur með að koma fram með segja satt álagningu og ég í sjálfu sér það ekkert að skamma sín fyrir að maður spurður og segir satt síður en svo og ég held að það að setja álagningu í samhengi við arðsemi, það eru nú cirka 100 liðir þar á milli og einn auðvitað 60% okkar kostnaðir og laun sem hafa tekið gríðarlegum hækkunum á síðustu árum og kannski þannig að ég sjálfur sér hef ekki í hyggju neitt annað heldur en einhvern veginn að greina rétt og frá ég spurður og það auðvitað engin við leitum alla daga leiða til að gera betur og hvort sem í okkar rekstri eða í okkar markaðsmálum og ég held að það engin quick fix í því að hækka álagningu, þetta bara þetta bara það sem gerist alls staðar í markaði. Ok, en út úr fyrri panelum getum við sagt að við höfum svona fengið sömu vísbendingarnar, vissulega álagningin hærri hér en í nágrannalöndunum, nákvæmlega hvers vegna. Það kannski stóra spurningin og líka þá hvað hægt að gera til að breyta því. Þá erum við farin að hugsa markaðinn til lengri tíma og hér var þetta eins og skipulagsmál. Eftirlitið hefur sjálft komið með tillögur og við getum kannski tekið þær bara fyrir svona hverja af annarri. Sumar snúað upplýsingaflæði, aðrar snúað aðgangi að innviðum en aðrar að aðgangi að markaðnum, getum við sagt. Og þarna eru kannski þá stóru spurningarnar. Það vandamál skilvirkni, hvernig stígum við skref sem þannig að það gagnist samfélaginu og þá bæði fyrirtækjum og neytendum. Og ef við byrjum á þessum kannski einfaldasta sem er upplýsingaflæðið á markanum, ástæða til þess að gera þar breytingar og kannski Gylfi ef ég bara byrja á þér. Ég held að það sé nú bara tiltölulega borðleggjandi að þessi upplýsingamiðlun sem fer fram í gegnum flutningsjöfnunarsjóð algjörlega óþörf. Nú ég alveg sannfærður það að ég geti fundið auðveldlega landsbyggðarbúa til þess að mótmæla þér. Nei, eitt pólitíska spurningin hvort við viljum hafa flutningsjöfnun, það eitt og það má rífast það en það alveg sjálfstæð spurning hvort að kerfið sem sett upp til þess að miðla þessum peningum fram og tilbaka veldur því að olíufélögin fá nákvæmar upplýsingar hvert annað nánast niður á lítra á dag. Það algjör óþarfi. Það alveg hægt að vera með flutningsjöfnun án þess að slík upplýsingamiðlun fari sjálfkrafa fram. Það eiginlega bara svo einfalt mál að ég skil ekki af hverju ekki fyrir mörgum árum búið að hrinda í fram. Lúðvík, fyrrum þingmaður Sunnlendinga. Ég get alveg tekið, ég tek í raun og veru bara undir það sem Gylfi að segja hérna og skiptir kannski öllu máli. Það að við fáum, ef ég kannski má aðeins spóla tilbaka það sem voru ræða á það, að fannst mér svona orðræðin hérna aðeins áðan snúast það hvort að aðferðafræðin hjá Samkeppniseftirlitinu ætti að snúast rekstrarumhverfið eða hegðun fyrirtækjanna. Það var ég upplifði þessa umræðu hérna áðan dálítið þannig. Og einhverju leyti má segja sem svo að þarna sé hið opinbera einhverju leyti að tryggja fyrirtækjunum síðan upplýsingar sem getur haft áhrif á þeirra hegðun. En það sem ég vil segja, ég vil bara taka undir við það sem Gylfi var að segja hérna áðan. Ég held að svona upplýsingagjöf sé í raun og veru algjörlega óþörf. Sérstaklega við ætlum líka að búa til markað þar sem verðmyndunin eðlileg. Það síðan bara sjálfstæð pólitísk spurning hvort við viljum styðja við byggðir
víðsvegar landið. Það má gera með ýmsum hætti, en ekki endilega þannig að það geti mögulega skadað eðlilega verðmyndun á markaði. Það þetta ábyrgðarhluti finnst mér. Valgeir. Já, það er mikilvægt að rugla ekki saman þessu hlutverki flutningsjöfnunarsjóðs sem að flutningsjafna eldsneyti eftir vegalengd frá flutningshöfn og svo aftur þessari upplýsingagjöfum sölu sem auðvitað tengt þá þessari greiðslu sem að menn að senda og ég svo sem algjörlega sammálaði að þessi upplýsingagjöf í sjálfu sér henni má hætta hvenær sem en ég get aftur á móti ekki endilega skilið að af hverju í sjálfu sér það að fyrirtæki hafi upplýsingar markaðshlutdeild sína séu neikvæðar og kannski bara spyr þá einhvern það. Því mér finnst það í sjálfu sér vera meira hvetjandi heldur en letjandi Já. En aftur, ég segi bara aftur þetta skiptir engu mál ef þið áttu að vera búið að leggja þetta af eflaust fyrir löngu eins og mikið hefur verið rætt. Upplýsingagjöfina þarf að segja. Runólfur. Já, ég bara tek undir það með þessum herramönnum að það er þetta óþarfi kannski að vera með þetta með þessum hætti en þetta koma þessar upplýsingar fram og fyrir þann sem á markaðnum, hann veit nokkurn veginn hvernig staðan Þannig ég held að þetta sé ekki kannski grundvallaratriði og svo setur maður þetta fyrirvara við þetta kerfi sem þetta mjög gamalt og svo geta menn pólitískt tekið ákvörðun það að styrkja við ákveðna byggðir með því að jafna verð með einhverjum hætti og þá eru til alls konar aðferðir til þess. Það þarf ekki að fara í eitthvað svona ferli og einhverja sérstaka litla stofnun sem að sér það. Frosti. Já, ég var nú svo sem búinn að svara þessari spurningu í fyrir panelum. Ég nýti kannski tækifæri og nýti bara rétt aðeins aftan við umræðina samanburðardæmið. Það sem að mér finnst skipta máli í þessu er líka í rauninni aðferðafræðin hefur áhrif í samhengi við forsendur og ályktanir eftirlitsins og það kannski það sem ég vildi undirstrika. Ef við tökum til dæmis þessa töflu samanburði við Bretland að þá stöpullinn umfram álagning, hann skilgreindur með merkingunni fákeppni og aðrar ástæður. Þessar aðrar ástæður, það skauta svolítið létt fram hjá þeim og það kannski það sem ég að segja. Það má alveg vera saman við Bretland ef það besti mögulegi markaðurinn til þess að ná á en þá á að gera það á þeim forsendum að það sé útgangspunkturinn ekki að Bretland sé eðlilegur viðmiðunarkvarði. Hér hefur einmitt verið mjög góð umræða aðrar ástæður. Ja. En já, það er gott að það er samhljómur, algjör samhljómur í panelnum eitthvað. Kannski þá næst með innviðina. Nú blasir auðvitað við og eins og einhver nefndi hér hvort að það var þú Frosti eða Gylfi sem nefndi hérna með samanburðin við dreifingu á rafmagni þar sem að sú starfsemi alfarið regluð af þeirri þá ástæðu að menn telji þetta bara eins og náttúrulegt einokunarfyrirtæki, það borgi sér alls ekkert fyrir samfélagið að vera með samkeppni á þessu markaða því að tvö flutningskerfi séu svo miklu dýrari heldur en eitt. Og í skýrslunni er töluverð umfjöllun einmitt þennan aðgang að innviðum og eins og við ræddum hérna, Jón kom hér inn á áðan, þá hefur þetta verið töluvert atriði í þeirra innkoma á markaðinn, líka það að fá hreinlega heimild til þess að vera með eldsneytisstöðvar. Hvað er hægt að gera í þessu efni? Borgar sig að gera eitthvað? Hvað er hægt að gera? Kannski við byrjum bara aftur Valgeir á þér. Já, takk fyrir það. Þetta er þetta kannski svona í mínum huga annar af kannski svona þröskuldunum sem að eru stærstir í innkomu nýrra aðila og líka þeirra sem eru á markaði. Þannig að annars vegar er þessi lóðamál sem að búið að drepa á og síðan það þessi birgðastöðvar og innflutningur og geymsla og ég held að svona allavega það er gríðarlega umfram geta í kerfinu umfram þörf og þetta er þær eignir sem eru reiknaðir með svona hafa hæsta bókfærða virðið. Þetta er gríðarlega dýr infrastruktúr ásaki slettuna og hann ekki bara dýr í að reisa hann heldur hann gríðarlega dýr í að viðhalda honum. Fjárfestingar og rekstur eru miðað við gegnumstreymið miklu hærra heldur en við getum séð allstaðar í kringum okkur og ég held að mínu mati að þá
þá svona kannski mögulega stærsta svona hagkvæmnis aðgerðin ætti að geta falist í því að opnun þessa kerfis með einhverjum fyrirfram skilgreintum leikreglum sem allir þurfa að spila sem eru þá í sjálfu sér þeir sem hvort sem það eru olíufélög sem halda á birgðarými eða aðrir að það sé í sjálfu sér verðskrár og gjaldtakan sem að fer í gegnum þetta sé í sjálfu sér regluverkuð með einhverjum hætti þannig að það sé tryggt að hvort sem það eru núverandi aðilar eða nýir að þeir sitji við sama borð og þegar kemur að retailsölunni. Og ég held í sjálfu sér að þetta muni sömuleiðis ætti að leiða til þess að það yrði þá myndi eiga sér stað úrelding á óhagkvæmri einingum sem í rekstri og það eru einhverjar og þá getu flytjast þessi lítrar mögulega á milli birgðastöðvar í hagkvæmar einingar. Og þetta er að mínum mati svona stóra máli bæði þegar kemur að hagkvæmnishlutanum og ekki síður svo sem samkeppninni að þeir, hvort sem þeir eru nýjaðir aðilar eða núverandi aðilar á markaði sem vilja komast inn á svæði þar sem þeir hafa ekki birgðastöðvar, sem það aðalega stórnotandi endinn í okkar tilfellum, að þá þurfi að liggja fyrir verðlagning á aðgengi að þessum innviðum og það þarf að vera tryggt að það sé í samræmi við það sem aðrir söluaðilar ganga að. Svolítið erfitt verkefni, Gylfi. Hvernig myndi maður gera það? Þetta náttúrulega mjög snúið og það eins og alveg rétt að það eru ákveðnir innviðir til staðar og þeir eru nú líklega ekkert sérstaklega vel nýttir. Nei. Þannig að það væri mjög sorglegt ef eina leiðin fyrir nýjan aðilinn markaðinn væri að leggja í enn aukna fjárfestingu í innviðum. Blasir við að það væri ekki þjóðhagslega hagkvæmt. Þannig að með einhverjum hætti þyrfti helst að vera hægt að koma á markað með þessi innviði eða heildsölumarkaði, hvað svo sem við köllum hann, sem að væri bæði þannig að nýir aðilar gætu haslað sér völl og keypt þá ekki bara bensín og dísil, heldur líka einhverja dreifið þjónustu jafnvel og tankarleigu og annað af þeim sem eiga þessi mannvirki núna. Og jafnvel að fyrirtæki sem eru nú þegar til stað þau gætu hagrætt á sér með því að leggja niður einhverjar slæmar einingar og kaupa bara þjónustu af keppinautunum. En slíkur markaður verður í eðli sínu alltaf alveg rosalega skrítinn vegna þess að tökum bara sem dæmi einhver Krónan eða einhver annar sem ætlar að koma inn á hann á markað og hann fer þá og semur við einhvern sem að verður keppinautur í smásölu að selja honum í heildsölu og það alveg ljóst að hvatinn fyrir olíufélagi sem setur upp heildsöluhattinn ekkert rosalega mikil til þess að bjóða góð kjör þegar að sama einingi á líka smásöluhatt. Þannig að þetta ekki einfalt mál. En nú eru þessi kerfi til staðar hjá okkur. Það eru þetta fyrirkomulagi dreifingu á rafmagni hvort sem getur sagt heildsöludreifingunni í gegnum Landsnet eða smásöludreifingunni regluð og það í sjálfu sér þannig að hver sem hefur aðgang á einhverjum kjörum, þetta ekki útilokað. Nei, fræðilega séður þetta ekki útilokað að setja upp eitthvað svona Landsnet fyrir bensín en mér finnst ekki að það vera mjög langsótt lausn og myndi ekki leggja hana til þannig að lausnin að því markið sem hægt að finna lausn hlýtur að vera einhvers konar samkomulag og með einhverju regluverki sem að gerir það kleift að koma upp sæmilega virkum heildsölumarkaði en hann verður samt alltaf með þannig akkilesarhæl að heildsalarnir eru líka smásalar nema að það verður skilið algjörlega þar á milli sem að er auðvitað mjög dramatískt skref. Ég ætla aðeins Valgeir að leyfa þér að koma inn í áður en ég fyrir gengur þannig. Ég held í sjálfu sér að svona virkur heildsölumarkaður í sjálfu sér ekki flókið fyrirbæri þó að það sé mögulega á endanum retaileri sem að selur það að því gefnu að regluverkið og að því að verðlagningin aðalmálið. Ég held í sjálfu sér að það meginmálið í því að geta gengið að þessum innviðum eftir einhverjum fyrirfram skilgreindu reglum með einhverjar verðskrár þar sem að tryggt að þeir aðilar sem að koma nýir að
gangi að sömu verðlagningu þeir sem að fyrir eru. Mér finnst það alveg sáraeinfalt. Já, tilfelli eru þetta að í dag erum við bara með 2 svona kerfi sem að síðan félögin nota einhvern veginn sameiginlega sko, eða sitt á hvað. En Lúðvík? Já, eins og þú segir, við svona meginstefnum til með tvö dreifikerfi og byrðakerfi, það er annars vegar Skeljungs og hins vegar olíudreifingar sko. Og þetta eru þau kerfi sem að við erum með. Og ég vil nú líka nefna það að mér finnst mjög gott að fá hér að þessi umræða skuli fara fram og að svona margir taki þátt í henni og gott að heyra líka sjónarmið olíufélaga. Mér finnst skipta miklu máli í þessari umræðu. En það sem að kom bersýnilega fram í þessum útboðum sem að við stóðum að á sínum tíma, að þá til dæmis gat eitt olíufélagið ekki tekið þátt. Það gat ekki uppfyllt uppboðsskilmála. Af því það hafði ekki aðgengi að dreifingu og birgðum og það var auðvitað bara í raunveruleikanum augljóst merki þess að markaðurinn ekki fullkominn ef ég leyfi mér að taka svo djúpt í árinu þó að Samkeppniseftirlitið sé ekki búið að klára sína rannsókn. En það er auðvitað mjög slæmt að starfandi félag á markaði að ekki geta uppfyllt til dæmis það skilyrði að dreifa því það hafði ekki aðgengi að þessum 2 kerfum. Og svona ef ég svona tek boltan áfram þess svona með einhverju sögu úr daglega lífinu sko. Runólfur, heldur þú að þetta sé leið til að lækka kostnað allavega? Já, við heyrum það meðal annars og forvísmanni Krónunnar áðan að þar voru þeir að fá allan að fyrstu viðbrögð voru þau að það var verið að bjóða verð sem að þeir töldu alls ekki samkeppnishæft. Þannig að við erum líka með kannski líka töluvert breyttar aðstæður á markaðinu núna heldur maður fyrir örfáum árum að því að við erum með einn erlendan birgja sem á kannski orðið mesta birgðunum í landinu. Þannig að það er ekki hver og einn að semja sína flutninga og sína dreifingu þannig að það hefur margt breyst og ég hef fulla trú á því að það sé að það kom upp eins og bara kom fram líka í máli Valgeirs og þeirra hinna að það sé að koma upp því kerfi að það sé möguleiki að gera þetta kerfi þannig úr garði að það sé samkeppnishæft verð í boði og við höfum viðmiðanir erlendis frá, við höfum viðmiðanir í heimsmarkaðsverði. Þetta er búið að vera praktíserað í sjávarútvegi í mörg herrans ár þannig að menn þekki aðferðafræðina. Frosti. Já, þetta ásér auðvitað skírskotun á mörgum þjónustumörkuðum á Íslandi og umræða sem hefur mjög mikið að segja í samhengi við punktinn hans Gylfa í fyrri panelnum framleiðni innan þessara atvinnugreina. Við getum nefnt farsímakerfin, þar erum við með 2 kerfi, það er að segja samnýtingu á innviðum, samkvæmt fyrirframskilgreindu fyrirkomulagi. Við getum nefnt bankakerfið, grunnþjónustan þar og þetta er annað mjög gott dæmi. Það sem að virðist vera þrándur í götu jákvæðrar framvindu í þessu samhengi hvaðan frumkvæði að koma. Eru það aðilar á markaði sem eiga að hafa frumkvæði sín á milli uppsetningu á slíkum samrekstri eða á það frumkvæði að koma annar staðar frá og ef að frumkvæði á að koma frá aðilum á markaði með hvað hætti geta þeir nálgast það viðfangsefni snýst það að eiga díalóg í gegnum Samkeppniseftirlitið sem er þá stýrt með þeim hætti að það sé ekki að ræða einhvers konar samráð eða brota á samkeppnislögum eða er það í gegnum ráðuneyti eða stofnanir eða það er svona allavega ekki augljóst í mínum huga með hvað hætti menn eigi að leiða sig að þessari lausn en ef þú talar einhverja svona bestun á kerfinu út frá þessu 2 áhrifaþáttum annars vegar að færa sér stærðar hagkvæmni í nyt og hins vegar virkja krafta samkeppninnar eins og frekast þær unnt að það er það augljóslega þannig að það eru mjög margar atvinnugreinar þess eðlis að það væri gott að geta brotið í sundur virðiskeðjuna og hafa í rauninni samrekstur á þessum fjármagnsfreku pörtum og síðan keyra samkeppnina upp eins og frekast unnt á smásölustigum og þeim pörtum virðiskeðjuna þar sem að stærðar hagkvæmnin er ekki jafn rík. Í þínum fyrra starfi þá varst þú nú höfundur af ansi mikilli úttekt á íslensku samfélagi hjá McKinsey og eins og þú réttilega bendir á og svo sem viðskiptaráð höfum margbent á að þá er þetta nú kannski sá geiri í íslensku samfélagi þar sem að
framleiðni hvað lögust samanborið við nágrannalöndin. Erum við ekki að tala miklu raunverulega stærra hagsmunamál fyrir íslenskt samfélagi heldur en bara hvað varðar olíuna? Þetta ekki raunverulega þá einhvers konar grundvallarspurningar skipulag sem að þarf að takast á við? Jú, ég held að það sé engin spurning og ef við spurjum okkur í rauninni hvað það sem að getur opnað á þessa auknu framleiðni í innlenda þjónustugeiranum, að þá erum við raunverulega að tala 3 megin þætti. Við erum að tala að nýta stærðarhagkvæmnina í auknum mæli. Sem þýðir færri aðilar á markaði. Samrekstur, sem þýðir þá í rauninni að þú ert að vinna gegn virkri samkeppni. Það eru nýjungar, það að segja bara nýsköpun og leiðir til þess að gera hlutina með hagkvæmari hætti heldur en hefur gerðir í gær, og það opnun markaða. Og í þessu tilfelli, við erum búin að koma inn að því fyrir panel, við þurfum að spyrja okkur, eru aðgangshindranir? Ef já, hvaðan koma þær? Og við erum búin að fara í gegnum, við náttúrulega náðum að kenna Hjálmar allt í fyrir panelinu. Ég ekki alveg vissum að ég sé sammála ykkur að þessi okkur aftur í þá átt, en það að minnstakosti ýmislegt hægt að gera til þess að greiða leið nýrra aðila inn á markaði í regluverki og umgjörð, og ég held að sé ýmislegt hægt að gera til þess að auka samnýtingu innviða og þar með vinna í átt að aukinni stærðarhagkvæmni. Mjög jákvætt, góður samhljómur í öllu hérna. Ég bara fyrir ekki að því ég þá algjörlega andsnúin öllum samrekstri. Þannig að það ekki það sem að allavega inntak mitt í mínum rökum ekki samrekstur á þessu, síður en svo. Nei, en aðgangur að innviðum. Já. Það kannski og þá erum við fannin að tala leiðir, en við erum allavega sammála markmið. En tökum þá fyrir kannski síðasta liðin sem að þetta með aðgangin að neytandanum og hvað segja, aðgangin að því að fá að opna eldsneytistöðvar og þetta sem var umræði síðast, að við erum í þessari skringilegu stöðu einhvern veginn að markaðurinn fyrirsjáanlega til lengri tíma litið minnkandi, allavega þörfin á þéttu netti eldsneytistöðva, bæði bara með bættum samgöngum og líka með bílum sem að hreinlega þurfa miklu sjaldnar eldsneyti, minnkandi, geysilegur þéttleiki miðað við nágrannalöndin, þannig að allt þetta rök fyrir að fjölga ekki eldsneytistöðvum, en ef þú leyfir ekki fjölgun eldsneytistöðva, augljóslega verður engin samkeppni, af því að það er engin sem kemst inn á markaðinn. Og það eru hugmyndir í skýrslunni hvað hugsanlega hægt væri að gera. Gylfi, hvert þitt viðhorf? Ja, sko, í fyrsta lagi þá er það náttúrulega ómögulegt að vera með kerfi sem þannig að ef þessar 4 keðjur sem fyrir eru loka einhverju stöð, þá má ekki opna neina nýja. Já, það blæsir nokkur með við, en á sama tíma þá er langtíma þróunin raunverulega þannig að það er ekki sérstök þörf fyrir fleiri stöðvar. Já, nei, það verður bara einfaldlega að skera alveg þarna á milli. Það er að segja að leyfa nýjum aðilum að opna svona það sem myndu kannski kalla borgarbensínstöðvar, sem eru þá mældar í nokkrum fermetrum eða 20 fermetra, en ekki svona hraðbrautabensínstöðvar eins og við erum með, sem eru nánast hektari, sko. Og þar með náum við eiginlega bæði að koma til móts við skipulagssjónarmið og þéttingu byggðar og allt slíkt, og samkeppnissjónarmið. En það er ómögulegt að telja bara bensínstöðvarnar og segja ef þeim fækkar ekki þá fær enginn opna nýja. Þannig að einhver slík nálgun væri tvímælalaust bráðnauðsynleg, og þá reynir á skipulagsyfirvöld, ekki bara í Reykjavík, heldur líka annars staðar á höfuðborgarsvæðinu. En á að takmarka þennan rétt við einungis nýja aðila á markaði, sko, það virkar nú svona fyrir mig hagfræðinginn sem... Já, það væri tvímælalaust málefnalegt og réttlætanlegt, en samt yrði nú að leyfa þeim sem fyrir eru að hagræða lítið. Já, hagræða verulega og kannski hagnast talsvert á því að selja lóðir, breyta stórum bensínstöðum í svona litlar borgarbensínstöðum. Þarna er nefnilega punktur, sko. Er ekki eðlilegt að séu frekar hagrænir hvatar sem að þrýsti áfram þessari þróun heldur en sko regluverk og einhliða ákvarðanir hins opinbera, hvort sem það er á vettvangi sveitarfélaga annars staðar?
Jú, alveg tvímælalaust. Vandinn kannski sá að meðan við erum enn með kerfi þar sem að menn berjast markaðshlutdeild með stöðvum en ekki með verði eða öðru, að þá erum við föst í því sem hagfræðingar kalla slæmt jafnvægi. Og það þarf að brjótast út úr því og ég held reyndar að innkoma einhvers nýs svolítið þarna aggressífs aðalega eins og Costco gæti kannski bara riðla því jafnvægi og eyðilagt þetta viðskiptalíkan sem núna í gangi og þá gerist þetta meira eða minna sjálfkrafa. En ein stöð í Garabæ kannski ekki nóg. Já, svona miðað við allavega niðurstöðu skýrslunnar hversu langt fólk tilbúið að keyra eftir afsláttum að það var þannig ekki sérstaklega uppörvandi. Lúðvík? Já, ég held að hérna eins og staðan núna þá erum við auðvitað að fjalla markað sem hann dálítið mettur ef svo má orði komast. Ég meina, nálgunin við neytandann eru stöðvar sem í þeim fjölda sem hefur komið hér fram áður, 1200 manns að baki hverja stöð. Þannig að við erum að takast á við stöðu sem við erum ekki að takast á markað sem að verða til, þannig við erum einhvern veginn að reyna að koma á samkeppni á markaði sem mjög svona fastur fyrir, ef svo má orði komast. Og kannski til þess að reyna að skapa samkeppni, þessi umræða auðvitað snýst öll það að reyna að skapa samkeppni þannig að verðmyndun verði eðlileg til þess að bæta lífskjör í landinu. Þetta svona einhvern veginn rauði þráðurinn í því sem verið að ræða og við erum að ræða hér og reyna að setja fram einhver sjónarmið, sko. En þú veist, ég ætla ekki að sitja hér og þykjast vita nákvæmlega hvernig þetta eigi að vera en það liggur svona kannski einhverju leyti í augum uppi að það geti verið skynsamlegt að aðskilja heildsölu og smásalumarkaðinn. Í þeirri stöðu sem við erum í núna og reyna þá að horfa til þess að félögin mögulega geti selt frá sér eitthvað af þessum bensínstöðum til þess að búa til einhvers konar samkeppni gagnvart neytendanum. En það hlýtur að vera hugmynd og hún auðvitað viðruð í skýrslunni sem menn koma til með og konur koma til með að skoða áfram. Ég held að það sé alveg gríðarlega mikilvægt. Og svo auðvitað þetta augljósa að þau félög sem starfa á þessu markað, þau kaupa öll af sama byrgjanum og að flytja þetta til landsins og geyma það með þeim hætti að það erfitt að komast að. Þannig að mér finnst einhvern veginn eðlilegast að horfa á þetta, reyna að aðskilja heildsölu og smásöluna. Það sé kannski vænlegasta leið til þess að reyna að skapa samkeppni. En það út frá samkeppnissjónarmiðum en ekki endilega út frá hagsmunum þeirra félaga sem nú er á markaði. Valgeir? Já, einhvern veginn að hlusta á ykkur þrjá í röð með einhvern veginn að það sé ekki samkeppni og það þurfi nýjan aðila til að vera samkeppni sem náttúrulega bara algjört bull, sko. Í fyrsta lagi þá þetta hellingssamkeppni og hún auðvitað í fleiri heldur bara fjölda stöðva sem að gefur þetta bara augaleið. Og í dag 12 krónu munur á lægsta verð og hæsta. Þannig að ég myndi segja að það væri svona ansi mikill verðmunur. Hér eru 4 stöðvar í Reykjavík á vegum Skeljungs sem hafa verið reknar núna í að verða ár sem að bjóða töluvert lægra verð heldur en hinnar og eru með þetta út all land. Þannig að það sé ekki keppt í verði heldur bara í fjölda stöðva náttúrulega svo sem afskaplega einhvern veginn svona, það er rosa stytting allavega. Þannig ég held í sjálfu sér að þróunin verður auðvitað svo og ég held að sé ekki leyndarmál að borgin hefur nálgast öll olíufélög að ég held með það fyrir markmið að fækka bensínstöðum í Reykjavík og ég veit ekki svo sem ekki hver afstaða annarra var en við tókum því bara fagnandi og í dag erum við með lóð í skipulagsferli sem mun þá létta einhverjum lífið frá Seltjarnarnesi og síðan aftur eru fleiri lóðir sem munu falla undir þetta því það ég held að var ekki í sjálfu sér að segja neinum tíðindi þegar það sagt að magn mun minnka. Það er afskaplega fátt sem komið í veg fyrir það, bara nýjir orkugjafar, sparneytnari bílar og upp að einhverju marki bara önnur hugsun í tengslum við hvernig fólk fer á milli staða. Þannig að það mun þá verður þetta til svona negatífir, hagrænir öfl sem að ýta þá mönnum í að loka þeim þannig en ég held í sjálfu sér að það mun bensínstöðum á stór Reykjavík og svo og eflaust víðar mun fækka. Ég held að við séum búin að fækka einhverja 4-5 stöðar síðustu 3-4 árin, þar hafa allar verið einhvers staðar á landi.
en við höfum ekki byggt bensínstöð í einhver 10 ár eða rúmlega það. Þannig að En hvað með þessa möguleika, nú var nefnt hérna áðan aðeins með stærðina, sko, að nú hefur auðvitað þörfin kannski fyrir svona umfangsmeiri rekstur í kringum stöðvarnar verið að breytast, já, hvað maður segja, með þvottaplanið og allt þetta. Þann möguleika að sem sagt, skipta út fyrir umfangsminni landnotkun er. Jú, það er auðvitað svo sem aftur svona skipulagsmál af því að það allan í þeim viðræðum sem við höfum átt við aðila sem sagt yfirtöku lóða þar sem við erum með bensínrekstur, þá verður enginn einhvern veginn stungið upp á því að við byggjum blokk og svo höfum við dælu á horninu, sko. Það verður enginn ámálgað það við okkur, sko. Kannski ekki á sama horni. Ekki á sama horni. En ég held í sjálfu sér bara, sko, sé ferlið, fjárfestingin til staðar og hún í sjálfu sér upp að geta einhver sagt sokkinn og það sparast ekkert mikið að því einhvern veginn að brjóta það niður, sko, heldur frekar þá að koma einhver öðru í verð og ég held að það verði þróunin, sko. En þá þetta spurning einhvers konar hagrænan hvata að olíufélögin hafi hag af því að það sé farið yfir í aðra nýtingu á þessu landi. Runólfur. Ég ítrykka sem áður hefur komið fram að það er mjög mikilvægt að það sé tryggður aðgangur nýra aðila og þá sé einhver aðgreining á milli heildsölu og smásölu. Og við sjáum sem dæmi að bara fréttirnar af því að Costco sé að koma inn á markaðinn og þessar þreifingar krónumanna, það hefur haft þegar jákvæð áhrif á markaðinn og sem dæmi eins og hjá þínu fyrirtæki er komið nýr Orkan Plus og við sjáum að dælan er eitthvað nýtt fyrir Orkan X fyrir ekki það og X-Factor og þannig að við sjáum að það er ákveðin dýnamík sem hefst bara við það að nýjir aðilar eru að sýna sig og við sáum þetta gerast á sínum tíma þegar örvinfeðgar mættu og töluðu við Gvendi Jagga þá opnaði fyrsta sjálfsafgreiðslustöð á Íslandi skömmu seinna samt að það ekki verið til í áratugi. Þannig að ég verð að viðurkenna að ég er frekar bjartsýnn á þróunin á næstunni og ég held að markaðsaðstæður munu breytast og það væri mjög jákvætt að hafa einhverja hvata ef að vera hjálpa nýjum aðilum að fá aðgang og þess vegna veldur á vonbrigðum það að til að mynda eins og Krónan fái höfnun á þessu svæði þarna út á Granda sem er auðvitað bara mjög hentugt fyrir svona dælustöð og ég sé alveg ágætt tækifæri fyrir þau fyrirtæki sem á markaðnum meðan annars til að geta komið víða eru þeir með lóðir sem eru sko mjög þekkilegar undir aðra starfsemi og væntanlega bara markaðslega forsendur til þess að losa þá starfsemi fyrir eitthvað allt annað. Þannig að ég hef bara trú á því að það verði ákveðnar markaðslausnir á næstunni ef það er tryggt að nýjir aðilar fái aðkoma að markaðnum með eðlilegum hætti. Frosti. Ég er bara alveg sammála og mér finnst í einhverju skilningi þessi skýrsla endurspegla of litla trú á markaðnum og markaðslausnum og ég held að mjög margt af því sem við erum búin að ræða komi í rauninni til með að leysast í gegnum markaðinn. Menn hafa nefnt Costco hér ítrekkað, ég meina það er dæmi nýtt viðskiptalíkan sem að hreyfir það við markaðnum með einum eða öðrum hætti. Við getum talað nýsköpun í dýpra samhengi, það er að koma nýjir orkugjafar og það er að verða breytingar á bifreiðum sem að leiða til minni notkunar og svo framvegis. Þannig að í mínum huga, og þá er ég kannski fyrst og fremst að vísa til umfangsvandans og þeirra tillagna sem eru lagðar til í skýrslunni til að bregðast við umræddum vanda, að þá finnst mér skorta bæði trú á neytandann og á markaðinn í þessari skýrslu. Já, það er mjög jákvætt að heyra hvað raunverulega hópurinn hefur svona margir góðir rauðir þræðir sem að allir geta tekið í og ánægja með að þessi umræða sé að fara fram og það er mjög ánægilegt og ég vil þakka ykkur alveg sérstaklega vel fyrir mjög uppbyggilega og góða umræðu og vonast til þess að til hennar verði tekið í úrvinnslu skýrslunnar, þannig að ég þakka ykkur kærlega fyrir. Takk svo mjög.
Já, þá er komið að loka þessa fundar. Páll Gunnar Pálsson, forstjóri Samkeppniseftirlits, ætlar að fá að ljúka fundinum með því að aðeins að segja svona hver verða næstu skref í þessu máli. En ég ætla þá að fá að þakka fyrir mig og nota tækifæri og þakka þáttakendum í pallborði alveg einstaklega fyrir góða og áhugaverða umræðu hér í morgun og ykkur gestum fyrir að koma hingað og hlusta á. Takk fyrir, Páll. Já, góðir gestir, ég ætla að fá líka að þakka panelistum sérstaklega fyrir gagnlegar og góðar umræður. Þakka þér Daði Már alveg sérstaklega fyrir að taka að þér að stýra þessum umræðum á svona gagnlegan hátt. Það má segja að þarna með þessum fundi þá sé að ljúka þessi svona síðasti áfangin í öflun sjónarmiða markaðinn áður heldur en að við síðan tökum afstöðu til næstu skrefa og við höfum auðvitað fengið í aðdraganda þessa fundar mjög ítarleg sjónarmið skrifleg sem að allir geta kynnt sér á heimasíðu Samkeppniseftirlitsins, þannig að ég hvet ykkur til þess. Næstu skref verða þau að vinna úr þessum sjónarmiðum sem að hafa komið fram hér og sem að þeim eru þá til viðbótar við sjónarmiðin sem okkur hafa borist skriflega og taka þá afstöðu til þess hvað gera skuli eða hvort skuli gera eitthvað og þá má segja að það sé ýmislegt sem kemur til greina. Það getur ýmislegt þessu getur lokið með ýmsum hætti. Í fyrsta lagi getur rannsókninni einfaldlega lokið með því að það séu ekki forsendur til íhlutunar eða forsenda til aðgerða. Það getur verið til dæmis vegna þess að við sjáum ástæðu til þess að breyta því mati sem að kemur fram í frummati eftirlitsins. Það getur verið vegna þess að aðstæður hafi breyst. Heyri hérna jákvæða spár manna það í panelum. Svo getur líka einfallega verið sem neikvæðara að það sé einfallega ekki til neinar lausnir á ákveðnum vandamálum. Í annan stað þá getur rannsóknin lokið með tilmælum eins og til dæmis til stjórnvalda. Það er ekki alltaf sem að eftirlitið hefur tök á því að grípa til íhlutunar eða gera breytingar, stundum þarf að biðja þær. Og svo í þriðja og síðasta lagi þá getur komið til þess að niðurstaðan verði að einhver leyti svo að eftirlitið telja að það þurfa að undirbúa íhlutun og það er þá gert með þeim hætti sem menn kannski þekkja í öðrum rannsóknum að það er þá farið í gagnaöflun og það eru afmarkaðir tilteknir aðilar sem að máli beinist þá að, gefa út andmælaskjal og tekin ákvörðun sem að síðan getur reynt á fyrir áfrýjunarnefnd og dómstólum. Á þessu stigi liggur ekki fyrir hvernig þessu mun ljúka. Það getur verið að eitthvað af þessu þrennu sem ég nefndi, það getur líka verið blanda, það er að segja sum álitaefni verði lögð niður en önnur ekki. En við stefnum að því að í kringum næstu áramót þá verði svolítið ljóst hver eru næstu skref og við kynnum það þá markanum og öllum opinberum hætti hvernig við sigtum þá út úr þessu eða hver næstu skref verða ef að þau yfirhöfuð verða nokkur. Og við ætlum að halda áfram að vanda okkur við það. Við ætlum að, eins og ég sagði áðan, að vinna úr þessum sjónarmiðum. Við ætlum líka að halda áfram að tala við kollega okkar erlendis, fræðimenn erlendis, eins og við kannski vörpuðum upp hér í myndbandi það eru ýmislegt að gerast í kringum okkur sem við getum lært af, önnur eftirlit hafa prófað hluti sem við getum lært af og svo er það auðvitað þannig að það eru sum eftirlit með svipaðar heimildir eins og við, eins og til dæmis það norska, en síðan líka kannski helst það breska þar sem að svona heimild hefur verið beitt í hvað víðtækustu mæli og við auðvitað reynum að læra af því líka. Það er ágætt að hafa það í huga sem að auðvitað kemur svolítið fram í þessum umræðum að samkeppniseftirlitið á ekki og er ekki að stýra mörkum. Samkeppniseftirlitið, það er ekki hlutverk samkeppniseftirlitsins að stýra mörkum, það er hlutverk
Samkeppniseftirlitsins að bregðast við aðstæðum sem að markaðurinn sjálfur nær ekki að leysa úr. Það er auðvitað grunnhugsunin að baki samkeppnislagana að markaðslausnir auðvitað eiga að vera í forgrunni, en því miður er það ekki alltaf svo að það takist, og þá höfum við þannig varanagla sem eru heimildir Samkeppniseftirlitsins. Það er mikilvægt að hafa þetta í huga. Samkeppniseftirlitið er ekki statt í einhverju nammibúð. Það verður að hafa þetta alltaf í huga. Það er ekki að stýra mörkum, heldur að bregðast við erfiðleikum sem að öðrum tekst ekki að leysa. Og það er auðvitað ákveðið einkenni á þessari rannsókn eða markaðsrannsókn að hún á sér stað með svona opinberum hætti sem að okkur auðnast ekki að gera þegar við erum að rannsaka brot. Þá einfaldlega getum við ekki staðið fyrir umræðu þessum toga. Það er ákjósanlegt að geta gert það eins og í dag að leiða fólk saman og fá umræðu, vegna þess að það getur líka leitt til breytinga, og við erum þess vegna mjög ánægð með daginn. Ég vil að lokum bara þakka þeim sem komu hérna og vonast til þess að þeir sem koma að þessum markaði haldi áfram þessar umræðu, kynni sér það sem að hægt er að nálgast á heimasíðu okkar og leiði til góðra verka á þessum markaði, neytendum og almenningi til hagsbóta. Takk fyrir í dag.